Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á 209. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Ég vek athygli á listaverkunum sem eru hérna í bakgrunni en þau eru unnin eftir börnin á Tröllakletti í leikskólanum og bera yfirskriftina Kindur á beit, eða Kindur á hausti. En áður en göngum til auglýstrar dagskrár þá eru hér nokkur mál sem ég legg til að vera bætt á dagskrá fundarins. Það mál nr. 2110/2028 umsókn stofnframlag vegna almennra leigubúða, það verður dagskrárliður 24. Það mál nr. 2101/044 loftslagsstefna Dalabyggðar sem verður dagskrárliður 25. Það fundagerð stjórnar Silfurtúns sem verður dagskrárliður 27. Það fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar sem verður dagskrárliður 33. Og það fundagerð stjórnar Bakkahvamms sem verður dagskrárliður 43 og aðrir dagskrárliðir færast til í samræmi við framangreint. Þau sem eru samþykki þessu gefur merki. Það samþykkt samhliða. Þá fyrsti dagskrárliður, það fjárhagsáætlun 2021, það viðauki 6. Ég vil bara biðja Kristján sveitarstjóra að fara yfir rekja efni þessa viðauka. Oddviti, sveitarstjórnarmenn. Það sem felst í þessum viðauka tekjubreyting, það að segja skatttekjur, staðgreiðsla sem var vanáætlaður hækkaður 3.123.000. Kostnaður vegna fræðslu og uppeldismála hækkaður 1.267.000 en reyndar það þannig að innan þess liðar eru tekjur upp á 2.233.000 sem framlag vegna námsleyfa og sem þannig tekjur hækka þar en kostnaður hins vegar upp á 3,5 milljón sem áætlaður kostnaður í ráðgjöf vegna vinnustaðagreiningar. Kostnaður vegna menningarmála hækkar 50.000. Þetta styrkur sem byggðaráð leggur til vegna skiltagerðar. Umhverfismál hækka 150.000. Þetta að hluta af kostnaði vegna frágangs við grjótvörnina hérna við Ægisbrautina. Og eignasjóður 500.000 útgjöld. Það hugsað til þess að við getum rifið annað af gamlu fjárhúsunum norðar við Sunnubrautina sem geti verið ákveðin fokhætta af. 200.000 og síðan það semst fjárfestingarnar, það eru 200.000 vegna Vínlandsseturs, þetta eftirstöðar vegna reikning sem hefur verið deilt vegna sýningarinnar þar. 900.000 vegna Dalabúðar og 1950.000 vegna fráveitu og 120.000 vegna vatnsveitu. Tekjur á móti fráveitu og vatnsveitu samtals 350.000 og einnig færast tekjur á Vínlandssetur 5.300.000 sem styrkur sem sótt var og veittur á síðasta ári en hann var hins vegar ekki greiddur fyrir á þessu ári. Kemur þá til móts við Hallands sem var á framkvæmdum þar á síðasta ári. Rétt að geta þess að þessi útgjöld og tekjur vegna vatnsveitunar eru vegna þess að Nesóti EHF hefur óskað eftir því að Reiðhöllin verði tengd við vatns- og fráveitu. Þannig að, já, ég held að þetta sé það. En það raunverulega, bókhaldslega séð þá eru raunverulega tekjur að hækka umfram þau útgjöld sem lögð til og sama gildir fjárfestingarnar. Það kom meira inn í styrk þar heldur en það sem fer út. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Kristján. Eru einhverju sem vil taka máls viðauka? Það kveður engin hljóðstæð sem eru samþykkir þessum viðauka gefur merki. Hann samþykktur samhliða. Þá dagskrárliður 2.
Það laust frá störfum í sveitarstjórn. Sigríður Huld Skúladóttir hefur óskað eftir laust frá störfum í sveitarstjórn og nefndum til loka kjörtímabilsins. Og það bara sveitarstjórn þarf samkvæmt samþykktum staðfesta þessa ósk. Einhverju sjölega. Já, þeir sem eru samþykkir henni eða á móti. Já, þú mátt tjá þig. Gjörðu svo vel, Anna. Já, ágætu sveitarstjórnarmenn. Nú veit ég ekki hvernig þetta á að fara fram, hvort við verum fyrst að samþykkja þetta eða hvað, en ég var allavega bara búin að undirbúa þetta svona. Ég vildi bara byrja og þakka Siggu kærlega fyrir hennar störf fyrir sveitarfélagið, hvort sem það er í sveitarstjórn eða öðrum nefndum. Einnig óska ég henni velferðnar bæði í líf og starfi í komandi framtíð. Í upphafi kjörtímabilsins var ég kosin til að gegna því hlutverki að vera annar varamaður í sveitarstjórn. Ég sóttist ekki eftir þessu embætti ólíkt öllum öðrum sem vinna við þetta borð. Að sitja í sveitarstjórn er gríðarleg vinna og þetta er erfið vinna. Nú ætla ég ekki að halda hér ræðu til að fá fólk til að vorkenna mér, enda er það ekki minn stíl. Nú í dag er ég að koma inn sem væntanlegur aðalmaður í sveitarstjórn, en ég verð að viðurkenna að ég kem ekki full tilhlökkunar inn í þetta embætti sem er skylt að taka við. Sjálf er ég mjög ósátt við vinnubrögð sveitarstjórnarinnar í mörgum málum. Hér vinna margir hver í sínu horni og ekki er mikið rætt saman, en það er allavega mínu upplifun frá því að sitja sem varamaður. Mikið var talað opna stjórnsýslu í upphafi kosninga og þar af leiðandi hefur oddviti og fleiri til dæmis ekki verið hlynntir eða mjög hlynntir undirbúningsfundum fyrir sveitarstjórnarfundi. Ég hef áður gagnrýnt það í þessari pontu að skortur sé á upplýsingaflæði. Undirbúningsfundir eru nauðsynlegir að mínu mati. Hér erum við að takast á við mjög umfangsmikil málefni og það virðist ekki skipta máli. Það má ekki ráða þau á undan fundi og hefur oddviti gefið þau svör að ef haldnir eru undirbúningsfundir þá tjái fólk síður skoðun sín í pontu á sveitarstjórnarfundi. Ég spyr, tjáir fólk eitthvað frekar skoðun sín í pontu núna? Ég veit satt að segja ekki hvaða skoðun allir hafa í ákveðnum málum. Ég held að sömu sögu megi segja fundagerðir ýmissa nefnda. Einhvern veginn er svo lítið skrifað að nær ógjörningur er að átta sig á málum í mjög mörgum tilfellum og það meira að segja fyrir fólk sem hefur aðgang að fleiri upplýsingum en aðrir. Með komu minni inn í sveitarstjórn vona ég að það verði breyting á vinnubrögðum sveitarstjórnarinnar. Ég vona einnig að varamaður fá að vera betur inn í málum en hingað til hefur viðgengist. Enda hefur það sýnt sig að hann er kallaður inn og nær alla fundi. Hingað til fá varamenn til dæmis ekki afrit á tölvupóstum sem sveitarstjórninni berst og eflaust er fullt af öðrum póstum sem koma sem ég hreinlega þekki ekki. Ég vona innilega að við verðum duglegri að tjá skoðanir okkar hvort sem við erum með eða móti málum og verðum óhrædd við að koma með spurningar. Enginn okkar er fullkominn og enginn okkar er eitthvað betri og gáfaðri en hinn. En ég óska þess innilega að við séum saman í þessu sem ein heild og vinnum að því að gera samfélag okkar betra. Ég hvet íbúa sveitarfélagsins til að vera í samskiptum við mig allt sem brennur á þeim, því saman erum við sterkari. Líkt og ég sagði hér áðan, þá er ég ekki full tilhlökkunar með þessa nýju áskorun í lífinu, það er að taka ákvarðanir sem íbúum Dalabyggðar til heilla. Satt best að segja er ég kvíðin og stressuð og óttast verulega að verða fyrir aðkasti. Það er ekki auðvelt að standa hér sem einn maður með ekkert bakland á baku sig. Fá aldrei hrós fyrir það sem vel er gert, en nóg að skítkasti sem auðvelt er að kasta fram á samfélagsmiðlunum. Ég er óhrædd við að tjá mig, þó mér finnist best að vera undirbúin. Og ég er óhrædd við að hafa aðra skoðun en aðrir. Finnst mér hún eiga við. Svo ég vona bara að ég eigi eftir að gera eitthvað gagn fyrir samfélagið og sveitarfélagið
Og svo það sé alveg á hreinu, þá vonast ég til þess að íbúar samfélagsins leiti til mín og hjálpi mér í gegnum þetta. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Anna. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Ég ætla allavega að taka það fyrst til afgreiðslu hérna beiðni Sigríðar, þeir sem eru samþykkir því að veitin laust frá störfum í sveitarstjórn gefið merki. Það er samþykkt samhliða. En síðan ég ætla aðeins bara að bregðast við orðum önnu og það er algjörlega skaðlegt að halda undirbúningsfundi að mínu mati. Ég hef hins vegar alveg sagt það verður kannski síður til þess að menn tjái sig. Það sem ég sagði hér í aðdraganda kosninga 2018 opna stjórnsýslu er einfaldlega bara upplifun mín sem fyrsti varamaður kjörtímabili 2014 til 2018 og það skal bara sagt hér að þá voru alltaf haldnir undirbúningsfundir og það var búin að skrifa fundargerðina fyrir sveitarstjórnarfund og það eru óeðlileg vinnubrögð en það er algjörlega skaðlaust að halda undirbúningsfund og við höfum gert það fyrir sem stærri mál á þessu kjörtímabili og ef það er vilji þá er alveg hægt að gera það og ég vil að Kristján og við myndum bara taka vilji þá en þá er þessa spurning ekki betra að hafa hann þá í aðdraganda fundarins sama dag en ekki degi áður þannig að allir séu að koma tvisvar. Þetta er bara hlutur sem við getum rætt og skoðað næstu mánuði. En þá er dagskrárliður 3. Já og svo ég ætla að bregðast aðeins við að varðandi ritun fundargerða þá fer ritun fundargerða Dalabyggðar alla nefnda eftir leiðbeiningum sem eru gefnar út á samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu ritun fundargerða. Og það eru fyrirmæli að fundargerðir eiga að vera ritaðar svona. Ég veit alveg að sumir eru ósáttir við það, hvernig fundargerðir eru ritaðar. En þá er dagskrárliður 3. Það er erindi vegna inngöngu Strandabyggðar í sameiginlegt öldungaráð Dalabyggðar og Reykhólahrepps. En þetta þarna kemur frá fundi byggðarráðs, þar sem að Strandabyggð óskar eftir að taka þátt í sameiginlegu öldungaráði Dalabyggðar og Reykhólahrepps. Og það er tillaga byggðarráðs að sveitarstjórn samþykki beiðni Strandabyggðar inngöngu í öldungaráð. Hverju vilja ræða þetta mál? Ragnheiður? Ágæta sveitarstjórn. Sveitarstjórn Strandabyggðar óskar eftir inngöngu í öldungaráð Dalabyggðar og Reykhólahrepps. Sveitarstjórn Reykhólahrepps hefur nú þegar samþykkt erindi fyrir sitt leyti og ég legg til að sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki erindið og að fulltrúar Strandabyggðar verði boðaðir á næsta fund öldungaráðsins þar sem útfærslan verði útfærð í sameiningu. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Þeir sem eru samþykkir þessari beiðni Strandabyggðar gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 4. Það er fjárhagsáætlun 2022 fyrir brunavarnir Dala, Reykhóla og Stranda byggðasamlag. Og þetta kemur frá fundargerð stjórnar brunavarna. Og fjárhagsáætlun 2022 áætlun næsta árs er upp á 26.321.000 og áætlun á yfirstandi ári á árinu 2021 var upp á 24,7 milljónir. Hækkunin er fyrst og fremst vegna launakostnaðar sem hækkar 6%. Og áætlun samþykkt samfélag og verður send sveitarstjórnum til afgreiðslu og það er þá hér hlutverk sveitarstjórnar Dalabyggðar að taka afstöðu til þessarar fjárhagsáætlunar fyrir byggðasamlagið brunavarnir. Einhverjir vilja ræða þetta mál frekar? Anna, hversu vel? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Kannski bara svona aðeins, ég renndi yfir þessa áætlun og mér fannst svolítið skrítið að sjá þarna í liðnum tekjur alls. Þá er annars vegar annars dálkur sem er staðan 31.8. og annars vegar áætlun. Og ef við horfum til þess á þarna liðin 11.15,
sem veikindalaun, þá var staðan 133.000 en áætlun 0. Er ekki áætlunin það sem þá eftir, þá hljóta þessar 133.000 að vera með. Og svo eins í liðnum 11.16 varðandi orlofslaun, þar staðan 1.348.000 en bara 1.300.000 þá í áætlun. Bara vita hvort að þetta sé einhver skekkja þarna eða ég ekki hreinlega að skilja þetta rétt. Og svo bara til upplýsinga langar mig kannski bara að fá útskýringu. Ég hef ekki kynnt mér hvernig þessu launum háttað, hversu margir standa bak við þau og eitthvað svona. Það væri bara fróðlegt að fá útskýringu á því. Og það aðalega þá liðurinn hana, þá mánaðarlaun og svo vaktaálag, bara hvernig, hvað þetta dreifist á marga. Ég veit raunin ekki ennþá, eða hvort að allir slökkviliðsmenn séu á launum eða hvað, það væri bara gott að fá útskýring á þessu. Svo sé ég hérna að það til dæmis ekkert sett í starfsmannatryggingar og námskeiðsgjöld. Og ég bara að veltaði fyrir mér, eru slökkviliðsmenn ekki tryggðir eða eru tryggðir á annan hátt? Og það venjan að ekki sé settur peningur í námskeiðsgjöld og heldur bara gerist þetta einhvern veginn sjálfkrafa í sjálfboðavinnu eða hvernig það? Og svo seinna blaðið þá sýnir það skiptingu á þessum kostnaði milli Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar. Mér finnst eins og þetta sé skipt annars vegar samkvæmt fasteignamati og hins vegar samkvæmt íbúafjölda. Er það ekki rétt skilið? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Ég held ég verið að biðja Kristján sveitarstjóra að koma og svara spurningum önnur. Já, oddviti, menn, ég vona að ég hafi náð öllum þáttum. Kannski fyrst varðandi fjöldan á bakvið, þá þetta sem sagt, inn í þessar áætlun eru eingöngu slökkviliðsstjóri og varðstjórar sem sagt, einn frá hverju sveitarfélagi sem að sinna bakvöktum. Þannig að það er eingöngu verið að sinna bakvöktum. Það er ekki allir slökkviliðsmenn hjá okkur sem það er hvert sveitarfélag sem að sér það. Og það er sömuleiðis þannig að það sveitarfélag, það sem slökkviliðsstjóri sameiginlegur fyrir þessi 3 sveitarfélög er búsettur, það greiðir ýmsan kostnað eins og til dæmis tryggingar og þess að þannig að það kemur ekki inn í þessa áætlun, heldur sem sagt kemur inn í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Sama eins og þessa varðstjóra, þeir eru sem sagt á föstum launum, hlutfallslaunum hver hjá sínu sveitarfélagi, en það sem er greiðslan sem þarna inn í byggðarsamlaginu er sem bakvaktaálagið þegar þeir eru á bakvaktum. Þetta er stjórnenda bakvakt sem að þarf samkvæmt reglugerð að vera allan sólarhringinn, alla daga ársins. Og þá er það bakvakt þegar að utan dagvinnutíma slökkviliðsstjóra sem er verið að greiða fyrir. Þannig að eins og segi, það eru þarna ýmsir kostnaðarliðir sem eru raunverulega við þetta eins og þetta er raunverulega bara launakostnaður þessara aðila og bifreiðakostnaður, hver aðrir kostnaðarliðir, námskeið, búningar, tryggingar og þess að greiðir hvert og eitt sveitarfélag fyrir sig. Við greiðum sem slökkviliðsstjóran og einn varðstjóran, en síðan eru greiða Strandabyggð og Reykhólar af sínum slökkviliðs, sínum mönnum.
Þannig að þeir eru tryggðir og það er alltaf námskeiðskostnaður töluverður fyrir og þjálfunarkostnaður fyrir slökkvilið því að það eru skilyrði það að menn séu skili ákveðnum tímafjölda á ári. Er ég með ná þessu nokkuð neginn? Já, vantar bara þarna liðina þessi veitt. Það er 15-16. býta nú við. Mikið að vera með orlofslaun. Já, þeir eru... Þetta er bara lækkandi í áætluninni heldur en í stöðunni. Já, þeir geta... Þeir eru... Sko veikindalaunin við áætlum ekki fyrir veikindalaunin, við erum ekki með það en orlofslaunaliðurinn, ég hef reyndar ekki skoðað það sérstaklega en hann gæti vel verið réttur til dæmis vegna þess að einn varðstjóri hætti hjá okkur og það var greitt, þetta náttúrulega greið upp orlof þar, þannig að þetta á að vera rétt. Ég get ekki svara því frekar en þetta er sem staðan til fyrstu 8 mánuði ársins. Varðandi skiptingu kostnaðar þá það rétt, sko, skiptingin byggir á fasteignamati og fjölda íbúa nema fyrsta milljónin af kostnaðin. Það greiðir hvert og eitt af þeim sveitarfélögunum greiðir 1 milljón og síðan það sem umfram það greitt í þessu hlutfalli. Þannig að það semst 23,3 milljónir sem greiðast hlutfallslega miðað við fasteignamat og íbúðafjölda og þetta sama forsendan sem notuð þarna eins og til þess varðandi byggingafjöldar og skipulagsfjöldar nema þar ekki greitt milljón í upphafi heldur bara öll upphæðin stíft. Takk fyrir þessar yfirferð, Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Pálmi? Ágætu fundarmenn. Mér finnst, eða ef ég skil þetta rétt, þá finnst mér vanta inn í meiri tekjuliði þarna því að ef ég skildi þessa ráðningu í upphafi þá ætti slökkviliðsstjóri að sinna brunavörnum og úttektum á hinum ýmsu stöðum. Og nú rek ég veitingastað og gistiheimili og það var alltaf tekið út hjá mér hver einasta ári en ég hef aldrei nokkuð tíma fengið þennan mann í heimsókn til mín. Þannig að þetta hlýtur einhver skekkja að vera þarna inni í tekjuliðnum inni ekki nema ég sé hvað mér skilur þetta. Takk. Svara þessu, Kristján. Takk fyrir spurninguna, Pálmi. Og Kristján til að svara. Já, áttiti fundarmenn, tekjurnar koma ekki inn í byggðarsamlagið. Tekjurnar koma það, semst ef einhverjar tekjur eru þá koma þar inn til Dalabyggðar, þar sem að hann þá að vinna fyrir Dalabyggð en hins vegar hefur mér skilist að það væri ekki það gæti verið sko eitthvað ákveðið sem að byggðarsamlagið sendi út en að jafnaði koma tekjurnar inn beint til viðkomandi sveitarfélags. Takk fyrir þetta svar, Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Háttvirtir sveitarstjórnarmenn, ég held kannski vanti líka svar við því að þó hann kæmi heimsóttilinn og færi í brunaúttekt, þá aldrei rukka fyrir það eins og heilbrigðiseftirlitið til dæmis. Heilbrigðiseftirlitið rukkar leið og kemur í hverja úttekt, en slökkviliðið eða brunavarnir, það ekki rukka fyrir það. Það bara hluti af starfi slökkviliðsstjóra að fara í þessu úttektir.
og mér minnir að hann eigi nú að fara einu sinni til þín ári, hann að fara þrisvar til mín og Önnu til dæmis. Þetta er svona klokka niður, en það er aldrei rukka fyrir þetta sérstaklega. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist það ekki vera, þá gerir ég bara tillögu mín að sveitarstjórn Dalabyggðar staðfesti þessa fjárhagsáætlun 2022, þessum samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 5, það er undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð. Það liggur hér fyrir í fundagögnum minnisblað. Þú, Kristján, kannski rekja efnið þess í stuttu máli? Í stuttumáli þá er stuttumáli er það þannig að sveitarstjórn fól undirbúningshóp fyrir íþróttamannvirki að undirbúa alútboð. Hluti af því ferli var að hafa forval og hugmyndin var þá að áður en væri farið að leggja í kostnað vegna alútboðs að átta sig á því hvort að það væru aðilar sem væru tilbúnir að koma inn í þessa framkvæmd fyrir þá upphæð sem er í fjárhagsáætlun sem eru 600 milljónir. Og þetta forval var auglýst. Það voru, ef ég man rétt, 7 aðilar sem að sóttu gögn. En hins... Já, má vera, einhver tímapunkt var, já, það hefur verið 14 á endanum, það getur verið. Það kemur reyndar ekki fram í minnisblaðinu, hversu margir það voru. En hins vegar, og frestur til að skila þáttöku í forvalinu, hann rann út klukkan 4 á miðvikudaginn og niðurstaðan var svo að það skiluðu 2 inn. Nú samkvæmt reglum og lögum opinber innkaup þá er það of lítið. Það þurfa helst að vera 5 aðilar með stóti sem að setja inn boð eða tilkynningu þáttöku í forvali. Við vitum í sjálfs ekki hvers vegna það eru ekki fleiri. Við viljum auðvitað fá nánar upplýsingar það, reyna að fá nánar upplýsingar það. En það er sem sagt tillaga, þess að fletta hérna. Eða fjöllum starfshópsins að nú þurfum við að skoða hvaða leiðir eru þá í þessari stöðu þegar það er ljóst að þetta forval hefur ekki gengið eftir og það þarf þá að endurskoða og skoða með alútboð þannig að fleiri mögulega fara í opið alútboð, en það er semst lagt til, hópurinn leggur til að það verði áfram unnið af forhönnun og sem er skammt á veg komin og enn á þeim stað að hún nýtist óháð fyrirkomulagi útboðsferlis. Starfshópurinn og starfsmenn hans munu fram að næsta sveitarstjórnarfundi afla frekar upplýsingar og koma þá með tillögu að næstu skrefum. En eitt af því sem þarf að skoða ef að verður farið að taka ákveðin skref í átt að útboði á annan hátt heldur en alútboði. Eins og segi, það var hópurinn hafði umboð til þess að undirbúa alútboð, sveitarstjórn átti eftir að ákveða að fara í alútboð og það var það sem við vorum að bíða eftir útkomin úr þessu forvali. En það þarf að taka það til skoðunar að skipa formlega byggingarnefnd og setja henni erindisbréf
miðað við það að þetta ferli haldi áfram og það verði áfram unnið að byggingu á íþróttamannvirkjum. Og það eru auðvitað ýmsir aðrir kostir, nú ég að segja eitthvað sem ekki kemur fram í minnisblöðinu. Það eru auðvitað aðrir kostir heldur en að fara í alútboð. Það væri hægt að bjóða verkið út þannig að það væri ráðinn verkstýringaraðili eða það væri boðið út eitthvað sem stýrði verkinu og síðan væri verkið bútað niður og ákveðin hlutir eins og til þess íþróttasalurinn sér og byggingin sér og sundlaugin sér væri boðið út. En með þessu, ef að þessi aðferð er leiðið farin, þá náttúrulega verður meiri óvissa heldur en ef það er alútboð og upphæðin bara liggur fyrir. Þannig að þetta er eitthvað sem að þarf reynilega bara að skoða, en það er samt lagt til að hópurinn hafi fram að næsta sveitarstjórnarfundi sem er eftir hálfan mánuð til þess að skoða betur og koma með tillögur. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Hér er á ferðinni gríðarlega stór pakki sem ég held að enginn viti endilega hvað mun kosta en allir þrá að verði að veruleika. Það er skiljanlegt. Mér langar hins vegar að staldra aðeins við og tala um það sem við höfum í dag og ættum að nota í dag og alveg þangað til við fáum eitthvað betra. Frá því kosningar áttu sér stað hefur ekki mátt ræða það að börnin okkar fái að nýta sér þá aðstöð sem við eigum inn á Laugum í sínu skólastarfi. Þessu var kippt út með einu pennastriki rétt fyrir kosningar og leyfi ég mér að fullyrða það að ástæðan fyrir því var að skapa pressu á uppbyggingu á nýjum íþróttamannvirkjum. Nú erum við hér, rúmið 3 árum seinna enn að tala um uppbyggingu íþróttamannvirkja, sem er bara allt í lagi. Og alveg ljóst að það er eitthvað í land, enda enn ekki komin verðmiði á pakkan. Satt að segja finnst mér eins og það megi helst ræða sem minnst þessi mál. En til að opna umræðuna á þetta allt saman, langar mig að bera upp tillögu sem ég vona verði samþykkt hér á þessu fundi og með leyfi fundarstjóra ætla ég að bera hana upp. Er það leið? Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur fræðslunefnd Dalabyggðar til að taka upp þá umræðu hvað börnunum okkar er fyrir bestu hvað íþróttastarf í grunnskóla varðar í nútíð og skili af sér greinargerð málið fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Greinargerð málinu til stuðnings. Sveitarfélagið á aðstöðin á Laugum, bæði íþróttahús og sundlaug, en nýtir í dag ekki til kennslustarfa. Undirbúningur nýrra íþróttamannvirkja er á dagskrá sveitarstjórnar, en enginn getur sagt til hvenær slík mannvirki muni rísa í Búðardal í náinni framtíð. Mannvirki á Laugum eru til sölu, en enginn mun geta sagt til það hvenær þau muni seljast. Ljóst er að stór hópur barna í Auðarskóla er að upplifa það að fá ekki að stunda íþróttir í löggiltum íþróttasal. Og sú sundlaug sem stendur við Dalabúð er varla boðleg fyrir eldri nemendur. Hvorki börn skólans né foreldrar barna í Dalabyggð hafa verið spurð hver vilji þeirra er með að nýta aðstöðu inn á Laugum þar til önnur aðstaða fæst. Takk fyrir mig. Þá er komið fram tillaga. Fleiri sem vilja taka til máls. Einar fyrst, svo Ragnheiður.
Oddviti, ágætu fundamenn. Það er bara að byrja, ég fagna allri umræðu þessi blessuðu íþróttamannvirki og varðandi málið, dagskráliðin, þá kom það kannski ekkert sérstaklega óvart að það voru fáir sem skiluðu inn eftir forvalið. Það var ánægjulegt aftur á móti hve margir sóttu gögn sem voru samkvæmt minnisblaðinu 14 aðilar og það verður forvitnilegt fyrir okkur í hópnum að fá, ef við fáum einhver meiri svör frá þeim fyrir næsta fund, hver var svona megin skýringin á menn skiluðu síðan ekki inn í gegnum forvalið. Ég kannski nýt þeirra stöðu varandi það sem að Anna var að tala að ég náttúrulega kenni íþróttir í skólanum. Ég kom ekki að þeirri ákvörðun að þegar var ákveðið að færa íþróttirnar hingað inn. Þegar að sú ákvörðun var tekin, þá var hún fyrst og fremst tekin á því að það voru þó nokkur börn í skólanum sem voru að fara yfir viðmiðunartíma í skólabílum. Sem sagt, með því að bæta við þennan akstur í íþróttir. Ég benti síðan á það og gerði það fyrir nokkrum árum hérna í umræðu að meðan að íþróttirnar voru inn á laugum að þá voru börn, sem sagt, öll börn í skólanum í Búðardal, þau voru að eyða, sem sagt, ef þau voru í 10 ár í skólanum og allur tíminn, sem sagt, það voru notað mannvirkin inn á laugum, þá fór 5% af skólatímanum á 10 árum bara í að sitja í skólabílnum til að fara í íþróttir. Sumt af því fór inn á frímínútur, annað fór inn á tíma og það var svona varlega áætlað. Þegar að þessi ákvörðun var tekin, þetta var tekið 2017 ef ég man rétt, þá var hérna í deglunni og þá lá á borðinu tilboð að selja laugar og var í sjálfu sér ekkert annað eftir nánast heldur en að samþykkja það. Þá leit þetta mál svolítið öðruvís út. Vissulega hefur tíminn síðan liðið, skipulagið í skólanum hefur aftur á móti notið góðs af þessu. Krakkarnir koma oftar í íþróttir núna af því að þau geta komið að fá allir krakkar núna til dæmis 4 tíma á viku, koma 4 daga á viku í staðinn fyrir að koma 2 í viku þegar við vorum inn á laugum. Það er alveg rétt að við erum ekki að kenna íþróttirnar í innikeynslun okkar í viðurkenndum íþróttasal og ég get alveg fallist á það að auðvitað væri betra að kenna það í betra rými. Sundlaugin aftur á móti stendur í sjálfu sér alveg undir allri kennslun okkar. Við höfum reynt að verða við því að fara með elstu krakkana, það hefur ekki alltaf gengið, við höfum reynt að fara kannski 1-2 skipti inn á laugum, en það hefur ekki alltaf gengið upp og það er líka rétt hjá henni að auðvitað væri betra að laugin væri stærri í það, en þetta er samt alveg innan allra marka og við erum það heppin að hóparnir hérna eru frekar litlir, kennsluhóparnir, þannig að þetta hefur gengið vel og sérstaklega með yngri barnakennsluna. En alveg eins og Anna fullyrti það að þetta hefði verið fært hingað inn til þess að mynda einhverja pressu, ég get þá alveg fullyrt á móti því að það var ekki ákveðið að færa þetta hérna inn til þess að mynda pressa og það yrði byggð í önnur mannvirki hér. Þetta var fyrst og fremst tekið út af tíma í skólabíl. Það voru megin rökin fyrir þessari breytingu á sínum tíma. Takk. Takk fyrir þessa yfirferðinar. Ragnheiður. Sveitarstjórn, Einar er nú eiginlega búin að segja allt sem ég ætlaði að segja. En ég sat í fræðslunefnd Auðarskóla þegar var verið að ræða þessi mál og þau voru rædd mjög lengi áður heldur en að nokkru var breytt. Og ástæðan fyrir því að þetta var tekið svona fyrir í fræðslunefnd var hvað krakkar sátu lengi í skólabíl og ég bara get sagt að mér finnst mín börn sitja
það mikið í skólabíl að ég vil ekki bæta við fyrir þau. En þetta snýst ekki mín börn heldur heildina. Og svo var það líka það að krakkar eiga ákveðin tíma sem á að fara í íþróttir og á að fara í sund. Það fór það mikil tími að því í milliferðir að þau voru ekki að fá alla þessa kennslu sem þau átt að fá þarna inni. Og það var aðalumræðan. En ég hef alls ekkert á móti því að þetta sé tekið og rætt því að það er alltaf hægt að ræða allt aftur og finna nýja fleti á málum. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Oddviti sveitarstjórnarmenn, ef ég skildi hann rétt á svo að við höfum ekki talað mjög mikið íþróttamannvirki. Það er ekki rétt skilið. Þessa uppbyggingu og allt. Ég held að það komi fram á hverjum einasta sveitarstjórnarfundi þar sem við höfum rætt á milli funda. Og ég held líka að ég fór inn á aðalfund UTN og þar var þetta kynnt íþróttahúsið og þessi hugmynd. Og ég held að hafi alltaf verið reynt að upplýsa nákvæmlega hvernig staðan er. Og ég held að hafi verið talað nokkuð mikið uppbygginguna. Já, ok, takk, þá er ég bara miskilja. Þess vegna spurði ég er miskilja. En allavega vil ég bara koma því á framfæri. Og ég get alveg verið sammála samt önnum með Laugar. Ég hef alveg fundist þetta voðalega skrítið. Eiga þessi fínu mannvirki og þau standa tóm. Þannig að það er svolítið skrítið. En ef við tölum svo þetta í bara öðru leiti þá er voðalega vont að við fengum ekki bara 5 aðilar sem voru tilbúin að byggja fyrir 600 milljónir. Þannig að það þarf að fara að hugsa það upp á nýtt. Og það er ekkert gert bara með einni hendingu. Það þarf náttúrulega að reikna út hvað hefur sveitarfélagið efni á að byggja fyrir mikið og hefur það efni á að byggja fyrir meira heldur en 600 milljónir. Þetta þarf bara að fara að skoða og greina og ég held við þurfum að byrja að greina það áður en við förum í eitthvað annað. Þannig að það sé bara nokkurn veginn svona hreinu, þannig að við vitum það. Þannig að vita hvar við getum lent þessu. Eða getum við bara ekkert meir. Þannig að við erum bara að hafa það í huga þegar við höldum áfram. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Mér langar bara að árétta að ég talaði áðan að mér finnst ekki mega ræða þetta og ég vil kannski bara útskýra hvað ég er að meina í því efni. Mér finnst svona að menn séu hræddir við að ræða þetta mál bara af ótta við það að það stöðvi alla uppbygging, frekari uppbyggingu. Og þess vegna finnst mér eins og við bara séum ekki tilbúin til að taka þetta samtal. Hvað er börnunum okkar fyrir bestu í dag? Ég er ekkert að segja hér að við að fara í fulla keyrslu inn á Laugum. Ég er að tala það að við bara byrjum á að taka þetta samtal. Þú veist, hvað viljum við? Erum við að fara að horfa á það að kannski næstu, eða bara, segjum bara, að íþróttahús komi hér ekki fyrr en eftir 10 ár. Við erum að fara að tala það að barn upplifir ekki að fara í íþróttahús alla sína skólagöngu, þrátt fyrir að við eigum íþróttahús. Þetta er rosalega sárt. Við getum bara verið með eitthvað mánuð þar sem við ætlum bara að keyra inn á Laugum eða viku eða bara taka þessa umræðu. Hvað viljum við? Mér þykir það óboðlegt fyrir mín börn að bara geta ekki stundað ákveðnar íþróttir sem ég veit að þau geta alveg í sveitarfélaginu. Mér þykir bara mjög óboðlegt. Þannig að við megum ekki, þó við höldum áfram með þessa vinnu, með nýtt íþróttamannvirki, þá megum við ekki láta það trufla okkur í því að nýta það sem við eigum í dag. Hér er fullt af fólki sem er skítrætt við að ræða þessi mál. Bara skítrætt. Það er skítrætt að það bara myndist þessi sundrung sem var í kringu kosningarnar. Við vitum öll hvernig það fór. Við vorum klofin í herða niður samfélagi. Það er ekki ennþá búið að jafna sig.
En við þurfum að ræða þetta. Ég á skólabílabarn. Mitt barn fer ekkert rosalega langt í skólabíl. Ég veit ekki til þess að barn sem keyrir rosalega langt eða foreldri sem keyrir barn sitt rosalega langt, það hefur verið spurt eitthvað að því hvort það líkið það betur eða verð. Við getum til dæmis bara lagt fyrir könnun meðal nemenda. Hver vilji nemenda? Hvað vilja þau? Hver vilji foreldra? Það mjög auðvelt að gera alls konar svona kannanir í dag. Mjög auðvelt. Tekur stuttan tíma. Þetta væri mjög fróðlegt að bara fengist vilji til að skoða þetta mál frekar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Jón Egill, þú svo vel. Sveitarstjóri, kæri sveitarstjórnarmenn, sko það sem að ég kem svona utanaðkomandi að þessu og þetta er mikið hjartasmál hjá mér, íþróttaaðstaða og sundlaug. Þetta er búið að vera í kortunum í mörg ár núna að undirbúa þetta. Sko, ég held að þetta væri eitthvað sem væri þá bara löngu búin að afgreiða, væri að vita hvað sveitarfélagi getur borgað. Þetta er alltaf það sem maður er spurður að. Það er alltaf verið að velta peningu fram og tilbaka. Ég myndi halda að þetta væri bara eitthvað sem við værum búin að svara fyrir 3 árum, sko. Ég tekur ekki bara eina kvöldstund að vita þetta. Eða skilur, þá er ég að meina að sjá hvað er í boði, hvaða upphæð bara gengur upp og gengur ekki upp. Því mér finnst líka algjörlega óþarfi að vera að veltast í þessu öllu ef að þetta er óraunhæft og allt þetta. Ég get aldrei þannig, þú veist, ég og Einar veltumst í íþróttum, þú veist, allan daginn og það eru byrjar íþróttaæfingar á laugum og maður er að fara með krakkinn á laugum og ég hef verið með æfingar seinustu 2 ár og svona að sko, við vitum öll að þetta getur voltið beggja vegu og það er ekki vandamálið. Málið er bara að það þarf samt að stíga fastar niður í þetta. Það er bara, hvað er hægt og ef þetta er ekki hægt, þá bara er ekki að fara að selja laugar til dæmis. Eða þú veist, skilur, ég er alltaf ekki að fara að sætta mig við að við seljum laugar og við hefum gefnað að taka lán fyrir einu. Þannig að fyrir mér er þetta bara að það hlýtur að fara hægt að finna bara út bara fyrst af öllu, ég myndi aldrei byggja hús nema ég myndi vita hvort ég myndi geta borgað það ekki. Og við erum ekki að fara að kaupa okkur neitt sjálf bara fyrir við vitum hvort við getum borgað það ekki. Þannig við hljótum að geta fundið allan að þessa tölu og bara getum þetta eða ekki. Svo við eigum ekki að þurfa að veltast með það ár eftir ár. Frábær hugmynd í önnu að sem sagt, mér finnst að sjálfsögðu ættum við að geta nýtt þetta eitthvað hvað sem að sé vor og haust. Ég veit að kannski það er erfitt með sundlaugina, hún heldur illa hita yfir háveturinn en að sjálfsögðu, tökum viku, tökum tímabil. Það er bara annað eins bara eins og að hafa mörkin og hafa körfuna. Það er bara við getum ekki boðið upp á fótbolta, körfubolta og handbolta hérna, það er bara ekki svona fræðilegur. Við getum boðið upp á blak og einhvers konar hockey og alls konar styrkingar og annað eins. En hafa boltaviku eins og þú segir. Flott badmintonaðstaðan á laugum, hægt að henda upp 3 völlum. Eins og ég segi, sko, Einar hann geti sprungið út bara að fá viku og hafa krakkan inn frá. Mér finnst það frábær hugmynd. Eitt af þessu búið að við ræddum af hverju var hægt og af hverju ekki var hægt, sem sagt þessum akstri, ég meina þetta var líka náttúrulega af einhverju leyti sparnaður held ég. Það er bara það kostar að vera með bíl og mann alla daga að skutla fram og tilbaka. Þú veist, ég er ekki að meina það í illu en ég bara að það hlýtur að hafa verið einn liðurinn. Og þú veist, ég vinn í kringum skólan og ég skil sko það sem Einar er að meina í ákveðáttina er að krakkarnir bara vippa sér á inniskónum yfir og við erum ekki að missa þennan tíma og ég er ekki að segja sko maður er aldrei, ég held að enginn sem hefur komið upp sér bara alveg með, alveg móti kostar og gallar eru bara þau eru rosalega snögg í og úr kennslu og og þau eru ánægð að komast í hreyfingu á hverjum degi en ég er einn af þeim sem hefur beðið mest að þetta sé notað að ég vill fá þetta og hvatti íþróttafélagið Undra sem var að stofna að fá að nota þetta og það virkar allt þarna svona mestu leyti og ég vona bara að segja að nota þetta áfram. Þangað til að eins og þú segir, þá ekki að vera þannig að ef að boltinn rúlar í 5 ári viðbót að það séu ekki, eða 10 ára krakkarnir séu bara á parkettinu þarna með 15 metrar sali eða eitthvað. Takk fyrir.
Takk fyrir þitt innlegg, Jón Egill. Fleiri sem vilja taka til máls? Ragnheiður. Sveitarstjórn, ég ætlaði bara að nefna hvernig við byrjuðum. Við byrjuðum á því að það var athugað hvað við kæðstum langt og 600 milljónir var niðurstaðan. Þá var farið í alútboð til þess að tékka á því hvaða möguleikar væru á að við fengjum þetta byggt fyrir 600 milljónir. Niðurstaðan er líklega svo að það sé bara ekki nóg og þá þarf að fara í það að athuga, og þetta er bara ný niðurstaða, hún er nýkomin. Nú þurfum við að athuga hvað þurfum við að hafa stóran pening, hvað kostar að byggja það sem við erum búin að tala að okkur langi til að gera. Við erum búin að skera af hér og þar til þess að reyna einhvern veginn að finna ódýrustu lausnina sem að samt gengur upp og gerir það sem okkur langar til að verði úr. Við vitum ekki ennþá nákvæmlega hversu há þessu upphæð verður. Þegar við erum búin með þá vinnu og fáum að vita hvað það þarf að vera há upphæð, þá getum við farið að skoða hvort að það sé mögulegt fyrir okkur að fjármagna það. Sko, ef það er eitthvað sem ég lært af því að vera í sveitarstjórn, þá er það að hlutinni gerast yfirleitt rosalega hægt og maður þarf að þroska með sér alveg ótrúlega mikla þolinmæði. En þetta bara tekur tíma og við ráðum ekkert alveg við það. Við reynum að halda okkur að efninu og gera þetta vel. Takk. Takk fyrir þitt innlegg, Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls? Pálmi. Oddvita ágætu fundarmenn, verð ég ekki að segja eitthvað líka. En það er náttúrulega mjög erfitt, já, eins og svo best að byrja á byrjuninni, að ég held að þurfum að endurskoða hvað við í raun og veru getum byggt fyrir háa fjárhæðir. Það er náttúrulega ansi erfitt að trúa því að við getum gert þetta fyrir sömu upphæð og hugsað var fyrir 4-5 árum. Það er náttúrulega bara allt hækkað. Þannig að ég held að þetta maður leggja smá vinnu í það að sjá hvað hægt er. En síðan náttúrulega, ég segi, mér finnst þetta svo sem ágætis hugmyndir að nýta mannvirkjun okkar eitthvað umfram, en í því felst náttúrulega hellingskostnaður. Það er ekki bara það að keyra. Þarna þarf ekkert bara 1, ekkert bara 2, jafnvel 3 auka menn til þess að sinna þessu. Erum við tilbúinir eða það? Þetta er svo margir punktar. Íþróttakennsla í skóla, íþróttakennir er ekkert að útskrifa alla sem snillinga í öllum íþróttum. Það er náttúrulega bara grundvöldar atriði sem menn læra. Síðan er ungmennafélagi sem er farið að taka við boltanum ákveðnu leyti og nú er loksins verið að vinna ákveði starfi í kringum þessi mál og þá er það undir okkur foreldrum komið að sinna þessu. Stóra vandamáli er yfirleitt við foreldrarnir. Við þurfum að sinna börnunum meira í þessum málum. Þetta kostar allt. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta innlegg, Pálmi. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Það er ekki tillaga sem þarf að afgreiða frá sveitarfélaginu Minnisblaðið. Það ekki rétt skilið? Jú, að þetta verði þessi heimildi hópurinn vilja á mannstafnum. Þá eru 2 tillögur. Tökum fyrst tillögu varðandi Minnisblaðið. Það er bara, við veitum undirbúningshópum íþróttum mannvirki heimild til að vinna áfram að eins og kemur fram í minnisblaðinu fram á næsta sveitarstjórnarfundi. Svo vilja ræða hana. Það hversu engin hljóðstæði sem eru samþykkir henni gefur merki. Svo er það tillagan frá Önnu. Og til upplýfunar þá ætla ég að lesa tillöguna upp. Hún hljóðar svo: Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur fræðslunefnd Dalabyggðar til að taka upp þá umræðu hvað börnunum okkar er fyrir bestu, hvað íþróttastarf í grunnskóla varðar í nútíð og skila af sig greinargerð um málið fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Mín tillaga væri bara að vísa þessari tillögu beint til fræðslunefndar. Þess bara sveitarstjórn vísi þessari tillögu beint til fræðslunefndar. Einhverju sem vilja ræða þá afgreiðslu sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Það er samþykkt samhliða.
Þá næst dagskrárliður 6. Það sala á Sælistarstungu. En það liggur hér fyrir tillaga frá byggðarráði að byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að hluti Sælistarstungu verði boðinn til sölu eftir að landskiptingu lokið. Og það hér annað mál varðandi landskiptingu seinna á fundinum. Einhverjir vilja ræða þetta mál sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu frá byggðarráði gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 7 og ég ætla að víkja fundi og Ragnheiður Pálsdóttir ætla líka að víkja fundi, þannig ég ætla að biðja Skúla Guðbjörnsson að stýra fundi undir dagskrárlið 7. Góðir fundarmenn, það dagskrárliður 7, Sælistarstunga leigusamningur. Þetta kemur frá byggðarráði 22. september. Tillaga að leigusamningi verði sagt upp frá áramótum með 18 mánaða fyrirvara þar sem ætlunin að selja jörðina. Þar sem fyrir liggur til að selja hluta Sælistarstungu, setja hluta Sælistarstungu í sölu eftir að landskiptum lokið, leggur byggðarráð til að leigusamningi verði sagt upp með samningsbundnum fyrirvara miðað við áramót. Einhver sem vil ræða þessa tillögu? Þetta mál yfirleitt. Svo ekki, þá bara ber ég upp þessa tillögu, vil ég lesa hana aftur, að byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samningnum verði sagt upp. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefa merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það bara þakka þér fyrir og ég þá að taka við fundi. Þá næst dagskrárliður 8. Það auglýsing á lóðum. En þetta kemur frá fundi byggðarráðs þann 11. október. Það bara tillaga að auglýsa þær lóðir sem eru til í deiliskipulagi með fyrirvara að þær séu ekki tilbúnar. Það er ekki réttur skilningur, Kristján, þetta bara allar lóðir sem eru tilbúnar í deiliskipulagi. Þú vilja ræða þetta mál? Svo ekki vera þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 9. Það húsnæði sjálfseignarstofnun á landsbyggðinni. Og þetta var á fundi byggðarráðs 11. október og byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að Dalabyggð lýsi við stuðningi við stofnun húsnæði sjálfseignarstofnun á landsbyggðinni. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Kristján? Oddviti, fundarmenn, það langar bara aðeins að tæpa á sögunni sem á bakvið þetta vegna þess að hún tengist Dalabyggð sérstaklega og Bakkahvammi HSS. Það var sem sagt gert ráð fyrir því og alltaf rætt hér í upphafi þegar að Bakkahvammur var stofnaður og 3 almennar leiguíbúðir byggðar. Þá var sem gert ráð fyrir því að leigufélagi Bríet myndi yfirtaka þessar íbúðir og við vorum búin að fá loforðið ádrátt það frá bæði ráðuneyti og frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Nú síðan þegar að koma því og við fórum að rukka það að þá kom í ljós að það var ekki heimilt út frá lögum að Bríet gæti ekki tekið yfir íbúðir sem væru byggðar í almenna húsnæðiskerfinu með stofnframlögum. Og þetta búin að vera til skoðunar hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun nú í langan tíma og niðurstaðan þar að því að Dalabyggð alls ekki eina sveitarfélagi sem á þessum stað. Það eru fleiri sveitarfélög sem hafa verið að byggja íbúðir í húsnæðis sjálfseignarstofnunum og með það í huga að þær færu síðan inn í stærri stofnun. En þetta niðurstaðan eða það sem lagt til sem lausn á málinu. Það að það verði sett á stofn húsnæðis sjálfseignarstofnun sem að starfi á landsbyggðinni, sem verði ekki starfandi á höfuðborgarsvæðinu
og hún starfi undir handahjari Bríetar sem að mun innan skamms tíma flytja sínar höfuðstöður í Borgarnes og sveitarfélög geti lagt, eða Húsnæðis- og sjálfseignarstofnun á vegum sveitarfélaga geti lagt sínar íbúðir inn í þetta og þetta myndi leysa þá þetta mál að vegna þess að það mjög óhagkvæmt að reka Húsnæðis- og sjálfseignarstofnun sem bara með 3 íbúðir. Það miklu hagkvæmara ef þetta getur farið inn í stærri einingu, bæði þegar við koma viðhald í umsjón, stjórnarsetu og allt utanumhald og tala ekki þegar það kemur síðan til að byggja fleiri íbúðir. Þá náttúrulega stærri Húsnæðis- og sjálfseignarstofnun hefur þá væntanlega miklu meiri slagkraft ætla ég að segja til þess að byggja hagkvæmar. Þannig að eins og segi þetta komið til þessi tillaga og þetta erindi sent til allra sveitarfélaga á landsbyggðinni komið sem sagt til út af stöðunni eins og hún var hér. Takk fyrir að segja fyrir Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli. Oddviti góða fundarmenn, mér finnst þetta bara frábær lending í þessu máli. Við höfum reynt núna lengi að reyna að koma húsunum okkar eins og til stóð inn í Bríet einmitt sem að gengur ekki, það er búið að upplýsa ykkur það. Þannig að ég held að þetta sé góð lending að stofna bara eitt félag fyrir landið þar sem allar þessar íbúðir fara inn ef að sveitarfélag óska eftir því. Það er miklu betra að reka saman 100 íbúðir heldur en hver í sínu horni með 1, 2 eða 3 íbúðir. Þannig að ég held að við ættum að samþykkja þetta. Takk. Takk fyrir þetta Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna. Oddviti og aðri sveitarstjórnarmenn, bara til að hafa hlutina alveg á hreinu að það er sem verið að meina að þetta verði þá bara, við verðum að fara eigendur af þessum íbúðum en bara rekstrarhaldið allt innan þessara stofnunar. Við erum ekki að fara að selja þessar íbúður inn í þetta félag. Er þetta ekki rétt, skilja mig? Takk fyrir þetta Anna. Kristján, þú fá þetta að svara. Oddviti og fundarmenn, miðað við þetta að þá yrði tillöguna, þá yrði sem sagt Bakkahvammur eða sem sagt Dalabyggð stofnandi Bakkahvamms. Það auðvitað hugsanlegt að Bakkahvammur verði þetta félag. Það er einn útfærslumöguleikinn sem stækki bara og taki fleiri íbúðir inn til sín. En sveitarfélögin sem að þarna ganga inn, þau verða þá stofnaðilar inn í þessari Húsnæðis- og sjálfseignarstofnun. En sveitarfélögin sveitarfélagið á ekki íbúðirnar eins og það er Bakkahvammur sem á íbúðirnar og íbúðirnar, eignarhaldið, það mun færast inn í þetta stóra apparat. Eignarhaldið ekki hjá, það fer inn í eina stóra Húsnæðis- og sjálfseignarstofnun sem eins og segi, það er eitt af því sem hefur rætt að það yrði mögulega Bakkahvammur. En þá myndi stjórn Bakkahvamms breytast að því liti að það yrði, og það er gert ráð fyrir þessum tillögum eins og því að við séð á fylgigögnum að það séu landshlutasamtökin, landshlutasamtök sveitarfélaga að frátöldum landshlutasamtök eða sveitarfélagum á höfuðborgarsvæðinu sem að skipi stjórnarmennina í þessari nýju Húsnæðis- og sjálfseignarstofnun. Takk fyrir þetta Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá liggur hér fyrir tillaga að sveitarstjórn lýsi yfir stuðningi við stofnun Húsnæðis- og sjálfseignarstofnunar á landsbyggðinni. Þessum er samþykki því gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 10.
Það er breyting á samþykktum Dalabyggðar vegna fjarfunda. Þetta kemur frá fundi byggðarráðs en Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur á grundvelli 2. málsgreinar 19. greinar sveitarstjórnarlaga gefið út nýjar leiðbeiningar ritun fundagerða sveitarstjórnar og leiðbeiningar þátttöku nefndarmanna á fundum sveitarfélaga með rafrænum hætti. Samhliða nýjum leiðbeiningum hefur ráðuneytið í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga uppfært fyrirmynda samþykktum stjórn sveitarfélaga sem ráðuneytinu ber að gefa út samanber 2. málsgrein 9. greinar sveitarstjórnarlaga. Fyrir liggur bréf frá ráðuneytisins þar sem tilkynnt er helstu breytingar og gildandi framkvæmd ásamt fyrrgreindum leiðbeiningum og fyrirmynda samþykktum stjórn sveitarfélaga. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að 14. grein samþykktum stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar verði tekin til endurskoðunar í samræmi við auglýsingu leiðbeiningar fjarfundi sveitarstjórnar. Og tillaga mín var að fela kannski sveitarstjóra oddvita og formanni byggðarráðs að móta texta sem er svo lagður fyrir sveitarstjórn. En breyting á samþykktum hún þarf 2 umræður í sveitarstjórn. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Ég sjálfur get ekki látið hjá líða aðeins að ræða þetta mál. Vegna þess að ég fagna öllum fjarfundum en það er ein setning í þessum leiðbeiningum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem að ég bara veit ekki á hvað öld viðkomandi maður er staddur sem að samdi þessa setningu. Í leiðbeiningum fjarfundi í sveitarfélögum er á að setja inn ákvæði það að ef þú ætlar að vera þáttakandi fundi þá þarf það að vera innan sveitarfélagsmarka eða staddur erindagjörðum á vegum sveitarfélags utan sveitarfélags. Ekki nokkur staðar á landinu eru sveitarstjórnarmenn í fullu starfi sem sveitarstjórnarmenn. Það eru allir í öðrum störfum. Það er eingöngu í Reykjavíkurborg. Hver ætlar að fylgjast með því hvort að menn eru inn á sveitarfélagsmarka á höfuðborgarsvæðinu? Ég á ekki til orð yfir þessum leiðbeiningum frá ráðuneytinu. Það sem skiptir máli á fjarfundum er að menn séu í innrúmi, góðri tengingu og ró og næði. Ég get ekki séð að það skiptir nokkru máli hvort að menn sveitarstjórnarmenn í Dalabyggð séu út á Spáni eða Reykjavík eða einhvers staðar annars staðar. Þetta er það sem að mun verða miklu algengar á komandi árum. Sérstaklega það kemur til stórfelldra sameiningar sveitarfélaga, þannig að það er ekki heilu dagarnir í langan akstur á fundi. Og þetta er svona eitt af því sem þarf að skoða eða þó að sveitarfélag bara gefa þessu fingurinn og sleppa því að horfa til þess hvar menn eru staddir. En eru fleiri sem vilja ræða þetta mál? Svo virðist ekki vera, en það var bara tillaga að sveitarstjóra, oddvita og formanni byggðarráðs verði falið að móta texta breyting og samþykktum Dalabyggðar sem verður þá lagt fyrir sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 11. Það er deiliskipulag á Haukabrekku. En það liggur hér fyrir skipulagstillaga eða tillaga frá umhverfis skipulagsnefnd. Að skipulagsnefnd hún bara ég ætla bara að fara yfir bókun frá fundi umhverfis skipulagsnefndar. Það er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið með 7 frístundalóðum frá 1999 og frístundasvæði merkt F2. Hið nýja fyrirhugaða deiliskipulag felur í sér breytta afmörkun lóðanna og í einu tilfelli nýja staðsetningu. Nú gildandi deiliskipulag verður fellt úr gildi með gildistöku nýs deiliskipulags. Skipulagstillagan var auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 frá 22. júní til 4. ágúst síðastliðinn og bárust 4 umsóknir frá lögboðnum aðilum, það er frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Vegagerðinni, Minjastofnun Íslands og Sveitarfélaginu Borgarbyggð. Sveitarfélagi Borgarbyggð og Vegagerðin ger ekki athugasemdir við tillöguna. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands bendir á umsókn sinni að tryggja þurfi að verndarsvæði fyrirhugaðs vatnsbóls sé staðsett í skipulagi. Skipulagsnefnd áréttar að samkvæmt tillögunni verði neysluvatns tekið úr lind sem er vestan við svæðið í hlíðum Grásteinsfjalls og er því utan við skipulagssvæðið. Nefndin telur því réttast að vísa afgreiðslu þessar athugasemdar til þeirrar vinnu sem nú á sér stað við heildarendurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands telur einnig æskilegt að hreinsumannvirki fyrir skólp séu staðsett á skipulagsuppdrætti. Skipulagsnefnd bendir á að leiðbeinandi staðsetningu hreinsumvirkja á skipulagsuppdrætti.
Minjastofnun gerir umsókn sinni kröfu að minjastaðir sem fundust við vettvangskönnun og væru mældir upp á skráður verði settir inn á skipulagsuppdráttinn ásamt 15 metra verndarsvæði. Ákvæði verði sett inn að þessum minjum megi ekki raska. Tekið hefur verið tillit til þessar ábendingar frá Minjastofnun og hafa ný minjasvæði og ný uppmæling þekktra minja ásamt 15 metra helgunarsvæði verið færð inn á uppdrátt. Skipulagsnefnd mælist til þess við sveitarstjórn Dalabyggðar að samþykkja framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Brugðist hefur verið við athugasemdum og umsögnum sem bárust vegna málsins og fullnægjandi hátt að mati nefndarinnar. Nefndin mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Hverju sem vilja ræða þetta mál frekar? Þeir sem eru samþykkir bókun geðmerki. Samþykkt samhljóða. Svo hér endurskoðun dagskrárliður 12, það endurskoðun aðalskipulags Dalabyggðar og þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 8. október. Fyrir liggur að fyrirhugaður íbúafundur í tengslum við vinnu við endurskoðun aðalskipulags Dalabyggðar í október. Og skipulagsnefnd leggur hér til að íbúafundur í tengslum við endurskoðun aðalskipulags verði haldinn þriðjudaginn 27. október og leggur til vara 27. eða 8. október. Ég ber hér bara upp tillögum að íbúafundur í tengslum við endurskoðun aðalskipulags verði haldinn þriðjudaginn 27. október. Hverju sem vilja ræða þetta mál? Þessum Anna, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég bara fagna því að það eigi að opna umræður nýtt aðalskipulag. Sjálf hvet ég fólk til að kynna sér drög þess og koma með athugasemdir og bara mæta hreinlega á fundinn og bara kynna sér þetta. Sjálf er ég þeirra skoðunar að aðalskipulagið sé ekki nógu skýrt. Ef við lesum það má sjá að allar setningar að hafa nógu opnar til að það megi örugglega túlka þær á báða vegu. Þannig að þegar að koma upp ágreiningsmál er nokkuð ljóst að sveitarfélagið alltaf að fara að vinna. Nei, í alvörunni talað, þá þurfum við að vera miklu skýrari hvað margt varðar og eins og til dæmis nytjaskógrækt og vindmyllur. Sjálfur finnst mér við þurfum að skilgreina svæði þar sem við viljum eða viljum ekki að þetta sé og síðan þá bara skýri því og þar finnst mér flokkun og landbúnaðarlandi ekki vera nóg. Að öðrum kosti verðum við með ágreiningsmál á þessum sviðum á komandi árum með tilheyrandi sundrung í samfélaginu sem er engan veginn góð fyrir okkur. Við þurfum að vita skýrt hvert við stefnum og við þurfum að hugsa stórt. Við þurfum að geta sett okkar í spor fólk sem upplifir að á því sé brotið og ímynda okkur að við séum í þeirra sporum. Þannig held ég að við náum sem víðtækastri sátt nýtt aðalskipulag. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Það liggur hér bara fyrir tillaga að íbúafundur verði 27. október, þeir sem eru samþykkir heimilgeðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður 13, það er umsókn nafnabreyting á staðfangi. En það liggur hér fyrir að eigendur fasteignarinnar á Fellsendalandi lóð 1 óska eftir að nafni eignarinnar verði breytt formulega í Leiðarenda. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við nafnabreytinguna. Og þá er bara hér tillaga að sveitarstjórn staðfesti þessa. Staðfesti samþykkt umhverfis- og skipulagsnefndar að Fellsendaland lóð 1 heiti hér eftir Leiðarendi, þeir sem eru samþykkir því geðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður 14 og það er Sólheimar, breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. En fyrir liggur afgreiðsla Skipulagsstofnunar með bréfi dagsett 3. september 2021 í kjölfar ítrekunar Dalabyggðar staðfestingu stofnunar á breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna iðnaðarsvæðis fyrir vindorkuver í landi Sólheima. Lögð fram til afgreiðslu uppfærð skipulagstillaga í samræmi við ábendingar Skipulagsstofnunar dagsett 3. september 2021.
Bætt við ákvæðum í kafla 3.2 mótvægisaðgerðir til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum í samræmi við kafla 4.3. Í kafla 3.2.4 iðnaðarsvæði í greinargerð bætt við eftirfarandi línum. Halda skal öllu raski í lágmarki og eftir því sem kostur skal endurnýta svarðlag við frágang og aðlaga land að óröskuðu landi. Ef votlendi tapast skal endurheimta sambærilega stærð votlendis innan sveitarfélagsins. Efni til slóða og mannvirkjagerðar verður að mestu leyti tekið innan skilgreins iðnaðarsvæðis aðallega úr uppgreftri. Þá í kafla 3.2.4 iðnaðarsvæði í greinargerð enn fremur fellt út orðalagið hámarkshæð miðju hverfils 150 metrar. Í staðinn fyrir bætt við línunni hámarkshæð miðju hverfils 120 metrar og hámarkshæð með spaða í hæstu stöðu 200 metrar. Jafnframt bætt við upphæðri dagsetning og forsíðu. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að framangreindar breytingar og aðalskipulagi verði samþykktar og í framhaldi ítrekuð fyrri beiðni afgreiðslu að hálfu Skipulagsstofnunar. Þetta var samþykkt í umhverfis- og skipulagsnefnd og það liggur þó hér fyrir að hvort að sveitarstjórn samþykkir þessa tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar og svo þá tillaga að sveitarstjóra verði falið að svara Skipulagsstofnun í samræmi við álitsgerð lögmanns sveitarfélagsins. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál? Ragnheiður? Sveitarstjórn. Ég ætla að stikla á stóru það sem undangengið varðandi þær breytingar á aðalskipulagi vegna Hróðnýjarstaða og Sólheima. 22. júní 2020 samþykkti sveitarstjórn Dalabyggðar samhljóða tillögur að breytingum á aðalskipulagi vegna vindorkuvera í landi Hróðnýjarstaða og Sólheima. Breytingatillagan var send Skipulagsstofnun til athugunar fyrir auglýsingu þann 30. júní 2020. Þann 9. júlí 2020 barst Dalabyggð tilkynning frá Skipulagsstofnun að tafir yrðu afgreiðslu stofnunarinnar. Svar stofnunarinnar barst síðan hinn 4. september 2020 þar sem því var meðal annars beint til sveitarfélagsins að bíða með að auglýsa tillöguna þar til að viðauka við landsskipulagsstefnu hefði verið lögð fram til kynningar. Féllst sveitarstjórn á tilmæli stofnunarinnar að bíða með að auglýsa tillögu aðalskipulagsbreytingu þar til tillögu að viðauka við landsskipulagsstefnu lægi fyrir og var málinu frestað af því tilefni. Skipulagsstofnun lagði tillögu að viðauka við landsskipulagsstefnu fram til kynningar 13. nóvember 2020. Hafði þá verið felldur út kafli með yfirskriftinni Nýting vindorku í sátt við umhverfi og samfélag sem gert hafði verið ráð fyrir í drögum viðaukan. Viðaukinn var tekinn til skoðunar á fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar þann 18. nóvember 2020 og var þar bókað að farið hafði verið eftir ábendingu Skipulagsstofnunar að setja ferlið í bið kynning á viðauka landsskipulagsstefnu lægi fyrir. Sveitarstjórn ítrekkaði samþykki sitt á skipulagstillögu aðalskipulagsbreytingarinnar og fól skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna samkvæmt þeirri málsmeðferð sem við ætti samkvæmt skipulagslögum. Enda gaf viðaukinn ekki tilefni til annars. Frestur til að skila umsögnum tillöguna yrði frá 23. nóvember 2020 til 20. janúar 2021. Breytingatillagan var síðan auglýst og kynnt á heima- og Facebook-síðu Dalabyggðar, í Morgunblaðinu, í Lögbirtingablaðinu og í staðarmiðli Vesturlands Skessuhorni. Á fundi skipulagsnefndar Dalabyggðar þann 5. febrúar 2021 voru framkomnar umsagnir og athugasemdir lagðar fram til kynningar og umræðu. Á fundi skipulagsnefndar þann 5. mars voru gögn varða skipulagstillöguna lögð fram ásamt athugasemdum og fjallað þau efnislega. Á aukafundi í skipulagsnefnd þann 16. mars síðastliðinn voru lögð fram og unnið frekar efnislega í athugasemdum. Á fundi skipulagsnefndar Dalabyggðar 9. apríl síðastliðinn var máli afgreitt og sagði þar meðal annars: athugasemdir kölluðu ekki á efnislega breytingar á aðalskipulaginu að mati skipulagsnefndar heldur voru þættir eins og mælikvarði og innsláttarvillur lagfærðar. Á fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar þann 15. apríl 2021 var tillagan tekin til afgreiðslu og samþykkt. Sveitarstjórn samþykkti jafnframt að leysa umrætt svæði úr landbúnaðarnotkun. Þann 19. apríl sendi Dalabyggð erindi til Skipulagsstofnunar
staðfestingu aðalskipulagsbreytingar vegna vindorkuverana sem samþykkt hafi verið í sveitarstjórn þann 15. apríl. Svarbréf Skipulagsstofnunar við erindinu barst þann 20. maí þar sem meðal annars var mælt með því að sveitarfélagið tæki aðalskipulagsbreytinguna til afgreiðslu að nýju þegar umhverfismati framkvæmda væri lokið. Þessum tilmælum Skipulagsstofnunar var hafnað í sveitarstjórn Dalabyggðar þann 10. júní og fyrri beiðni staðfestingu skipulagsbreytingarinnar ítrekuð. Dalabyggð sendi síðan formlega ítrekun á beiðni staðfestingu til Skipulagsstofnunar þann 16. júní 2021. Þann 20. júlí 2021 tilkynnti Skipulagsstofnun að tafir yrðu á afgreiðslu stofnunarinnar á ofangreindu erindi sveitarfélagsins frá 16. júní. Þann 3. september síðastliðinn barst loks annað svarbréf afgreiðslu erindisins frá Skipulagsstofnun þar sem enn farið fram á breytingar á tillögunni og nánari útlistun. Telji Skipulagsstofnun að tillagan fullnægi ekki settum kröfum aðalskipulag skuli hún leita samkomulags við sveitarstjórn breytingar. Náist hins vegar ekki slíkt samkomulag verður að gera þá kröfu að stofnunin taki afstöðu sína til endurskoðunar og ljúki málinu í samræmi við lög, annaðhvort með staðfestingu eða synjun staðfestingar, að öllu leyti eða hluta og vísa þá málinu til ráðherra. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja? Kristján. Oddviti, sveitarstjórnarmenn, langar aðeins að fara yfir atriði í tengslu við bréf Skipulagsstofnunar frá 3. september og í tengslum við líka umsögn eða álitsgerð lögmanns hvað það varðar. Í bréfinu 3. september gerð athugasemd við það að ekki hafi verið aflað leyfis ráðherra, þar segja landbúnaðarráðherra, fyrir breyttir í landnotkun. Því til að svara að þessi umsókn hafi verið send í apríl, breytta landnotkun, og ráðuneyti var ekki búið að svara þessu bréfi. Síðan breytast lög þannig að 1. júlí þá færist það verkefni að leysa land- og landbúnaðarnotkun frá landbúnaðarráðherra yfir til sveitarfélagsins. Við töldum að landbúnaðarráðuneytið myndi klára sín mál sem voru komið þangað, en síðan kemur það í ljós að svo ekki og sveitarfélagið þarf að taka þetta til sín og það á dagskrá sveitarstjórnarfundar hér á eftir. En það rétt að nefna það að í bréfi Skipulagsstofnunar 20. maí þá var ekkert minnst á þetta atriði, en þó var Skipulagsstofnun fullu kunnugt hver staðan var og það að það var búið að senda þetta erindi inn til ráðuneytisins. Það ekki gert ráð fyrir því í skipulagslögum að Skipulagsstofnun sendi tillögu tilbaka með athugasemdum eftir að því hún búin að hafa hana til umfjöllunar mjög lengi, og á þetta bentum við í bréfi okkar frá því í sumar, frá því í júní. Eins og Ragnheiður talaði að þá ber stofnunin bara að taka afstöðu til tillögunar og annaðhvort samþykkja hana eða synja. Það reyndar þannig að í skipulagsreglugerð frá 2013 sagt að ef að Skipulagsstofnun telji að sé einhver efnisgallar á samþykktu aðalskipulagi, þá getur hún gefið sveitarfélaginu kost á að gera breytingar á aðalskipulagstillögu, og þá maður náttúrulega að telja að þær athugasemdir séu tæmandi. Þessar athugasemdir komu ekki í síðasta bréfi, en það komu nokkrar athugasemdir núna, og í tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar þá búið að taka á þeim athugasemdum, og síðan með því að afgreiðslan hvað varðar lausn úr landbúnaðarnotkun, ef það fer í gegnum þá búið að taka á þeirri athugasemd.
og síðan þegar að sveitarfélag búið að gera grein fyrir sinni afstöðu að þá þarf stofnunin bara að taka afstöðu til þess. Það eitt atriði sem að deilt og það að Skipulagsstofnun telur að það þurfi að gæta ákvæða í lögum 48/2011 verndar- og orkunýtingaráætlun og felst ekki á rök sveitarstjórnar að það sé ekki, að þau þurfi ekki. Okkar lögmaður telur það alveg skýrt að það sérstakt ákvæði í 7. grein laganna áhrif verndar- og orkunýtingaráætlunar á skipulagsheimildir og þar kemur skýrt fram að það aðeins sú stefnumörkun sem felst í þingsályktun verndar- og nýtingaráætlun sem takmarkar heimildir til skipulags og skipulagsáætlana. Það hins vegar önnur grein sem að takmarkar heimildir til þess að veita leyfi til framkvæmda á þess að sem að sjálfsögðu annað. Skipulagsferlið eitt, síðan þegar því lokið og menn vilja mögulega fara að framkvæma þá koma önnur lagaákvæði inn. Þarna vill okkar lögmaður meina að Skipulagsstofnun sé að blanda saman tveimur ákvæðum. Og síðan það svo sem að má nefna að það óvissa það hvort að verndar- og nýtingaráætlun eigi að taka til vindorku og hún birtist meðal annars í því að efni vindorku var ekki, eða var raunverulega tekið út úr landsskipulagsstefnunni bara samdægurs eftir að hún hafi verið birt. Þannig að aðalmáli það náttúrulega með þessum breytingum að þá ættu sveitarfélagið að vera búin að svara öllum atriðum sem að hefur verið sem hafa verið lögð fram og það semst ákveðin mismunur í lagatúlkun en ef að Skipulagsstofnun fellst ekki á það þá kemur á þetta bara að koma til kasta ráðherra. Það eðlilegt ferli á málinu og það aðalmáli að þetta bara að máli klárist í eðlilegu lögbundnu ferli. Takk fyrir þessi yfirferð, Kristján. Anna. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég ætla að leyfa mér bara að tala svolítið svona bara saman liði 14 og 15. Þetta eru náttúrulega bara náskyld mál. Hvort sem það eru Hrónjarstaðir eða Sólheimar. Nú verið að leggja fram til afgreiðslu uppfærða skipulagstillögu í samræmi við ábendingar Skipulagsstofnunar varðandi bæði Hrónjarstaði og Sólheima. Það segir hér í formúlunum sem Eyjólfur las hérna upp áðan formúlunum að þessu að búið sé að bæta við ákvæðum í kafla 3.2 mótvægisaðgerðir til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum í samræmi við kafla 4.3. Búið að bæta við kafla 3.2.4 varðandi iðnaðarsvæði og að halda skal öllu raski í lágmarki og eftir því sem kostur skal endurnýta svarlag við frágang og aðlaga land að óröskuðu landi. Ef votlendi tapast skal endurheimta sambærilega stærð votlendis innan sveitarfélagsins. Efnir til slóða og mannvirkjagerðar verður að mestu leyti tekið innan skilgreinds iðnaðarsvæðis aðallega úr uppgrefti. Stöldrum aðeins við. Þetta lítur svakalega vel út á blaði, en hefur einhver farið yfir þetta og rannsakað og treysti sér til að fullyrða að þetta sé rétt? Hvernig hægt að halda öllu raski í lágmarki í svona stórri framkvæmd? Hvar innan sveitarfélagsins ætla menn að endurheimta votlendi ef votlendi tapast þarna? Býtu, ekki ætlunin að selja allar eignir sveitarfélagsins? Hvar ætla sveitarfélag að fá þetta land? Fullyrt að efni til slóða og mannvirkjagerðar verði að mestu tekið innan skilgreinds iðnaðarsvæðis og aðallega úr uppgrefti. Hefur einhver hérna inni
fengi það staðfest hvernig uppgröftur kemur þarna upp. Þú veist, vitum við hvort það grjót eða mýri? Eða, þú veist, hvernig getum við fullyrt að það verði þessi uppgröftur sem fer í þetta? Hver er búinn að rannsaka það? Mér langar að fá að vita það. Mér finnst þetta svona ekta aðalskipulags orðalag, ef ég verð hreinskilin. Hafa þetta bara nógu opið, svo allt fari nú í gegn. Rannsaka sig minnst og svo bara sagt, ups, þegar allt fór öðruvísi en áætlað var. Nú kemur spurning hérna frá mér sem ég vil að vera svöruð og þó megin líka svara öllum hinnum sem ég lagði fram hann áðan. Hversu mikla ábyrgð ber ég sem sveitarstjórnarmaður á að ef til framkvæmda kemur að allt sé gert líkt og aðalskipulagið segir til? Og svo kannski seinni spurningin. Af hverju erum við að gera breytingu á aðalskipulagi á sama tíma og við erum að fara að ræða nýtt aðalskipulag í heild sinni? Ég ætla að láta þetta nægja í bili en ég kem örugglega aftur. Takk fyrir þetta, Anna. Ég ætla bara að svara einni spurningu, ég hleypi Ragnheiði af. Svara spurningunum af hverju verið að vinna að breytingu aðalskipulags þegar að vinna heildarskoðun aðalskipulags. Það er stutt og einfalt svar. Vinnan við breytingu á þessu aðalskipulagi, hún hófst árið 2016, eða 17. Áður en var byrjað að endurskoða nýtt aðalskipulag. Þetta er vinna sem átt að taka til þess að gera stuttan tíma. Skipulagsstofnun er bara að tefja máli núna. Það er bara búið að taka ákvörðun að gera ekki neitt. Og það er ekki hægt að bakka út málinu, það þarf að klára þetta mál. Og eins og ég hef sagt hérna áður í pontu, það þarf að ræða þetta mál. Það er ekkert faglegt að mér að segja bara nei, ég vil ekki vindmyllur. Og svo er aðalskipulagið stefna, það er kveðið nánar ýmislegt deiliskipulag. En Ragnheiður, gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfólk. Þú spurðir Anna efnistöku slóða og mannvirkjagerðar á innan svæðisins. Ég er alveg sammála því að þetta er mjög opið en ástæðan fyrir því að við gerum ekki athugasemd við það er að núna erum við að tala að taka land úr landbúnaðarnotkun og setja það yfir í iðnaðarsvæði. Það er ekki komið að þessu í röðinni á, hvernig segir maður, það er ekki fyrir en að kemur að því að veita framkvæmdaleyfi sem að þarf að vera með mjög nákvæmar útlistanir á því hvað er tekið hvar, hverju er raskað og það eru ótal mörg atriði sem að koma að vinnslu þessara mála sem eru ekki tekin fyrir en að kemur að framkvæmdaleyfi og þegar að kemur að því að sækja framkvæmdaleyfi þá á að vera búið að vinna allar þær rannsóknir sem að þurfa að fara fram bæði varðandi efnistöku, fuglalíf, vaskbúskap og ótalmargt fleira og gróðufar og þær rannsóknir eru ekki búnar og verða ekki tilbúnar strax en þær verða klárlega að vera tilbúnar almennilegar og boðlegar til þess að máli fari í gegn þegar það sækir framkvæmdaleyfi. Votlendi, mótvægisaðgerðir í sveitarfélaginu. Sveitarfélagi leggur ekki til land undir þessar mótvægisaðgerðir og sveitarfélagi framkvæmir ekki þessar mótvægisaðgerðir. Það er sá sem að fer í það að byggja vindorkugarð. Það er hans að finna út úr því hvernig hann ætlar að vinna þessar mótvægisaðgerðir. Hann getur komið og fengið leigt eða keypt land af mér til þess að fara í mótvægisaðgerðir. Sveitarfélagi þarf ekki að finna út úr því. Það er rekstraraðili eða uppbyggingaraðili sem hefur það á sínum herðum. Já, takk. Takk fyrir þetta Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna?
oddviti og aðri sveitarstjórnarmenn. Mér finnst bara eins og ég hafi lesið það, Ragnheiður, að nú bara, þú veist, núna er ég ekki svona fljót að undirbúa mig, en það stóð örugglega að sveitarfélagi leggi til mótvægisaðgerðir varðandi þetta. Þannig að ég er eiginlega nokkuð bara viss það. Ég skal bara finna það einhvern tímann og senda þér. En ég ætla að byrja á því sem ég var búin að undirbúa. Og nú komum við máli sem er langt fyrir ofan minn skilning. Ég skal bara alveg viðurkenna það. Og ég er að koma hérna inn núna og þarf bara virkilega að setja mig inn í þetta mál. Það verður voðalega auðvelt að vera varma. Maður hefur bara getað svona bara vonað að maður sé ekki á næsta fundi. En þú veist, þetta er bara staðreynd. Og ég vil bara biðja íbúa Dalabyggðar afsökunar á því að bara vera ekki vel inn í þessu. Ég hef þá trú að fleiri í sveitarstjórn sé samt á mínu máli. Það er skilja fátt en þykjast vita mikið. Því sé farsælegt að segja sem minnst á fundi en rétt svo bara upp höndin í lokin. En ég vil leyfa mér að með opinni umræðu og setja mig inn í þetta mál og þá verðið þið bara fyrirgefa að spyrja sér fáránlega spurninga. Ég hvet ykkur til að taka upp pennan þar sem krafist er svar við mörgum spurningum sem nauðsynlegt er fyrir mig að vita svör við áður en ég tek ákvörðun hér á eftir. Til er plagg sem lá fyrir sveitarstjórnarfundi þann 15. apríl, þetta hérna plagg, sem ber nafnið Svar og viðbrögð Dalabyggðar við umsögnum og athugasemdum breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna vindorkuvers í landi Hroðneyjastaða og eins Sólheima. Í þessu plaggi eru allar þær athugasemdir sem borist hafa frá aðilum sem vilja hafa skoðun á þessu máli og sem fyrir aftan þessar athugasemdir eru svo viðbrögð Dalabyggðar við þessum athugasemdum. Þið sem hérna setið samþykktu þetta plagg á þessu sveitarstjórnarfundi þann 15. apríl og ef ég skil rétt þá fylgir þetta plagg umsókn breytt aðalskipulag. Fyrsta spurning sem ég langar að vita, hver samdi þessi svör Dalabyggðar og var hafður vinnufundur þar sem farið var yfir þessi svör? Í einu svarinu kemur fram að sveitarfélagið hefur ráðgjafa í þessum umfangsmiklu verkefnum varðar vindmyllur. Nú spyr ég, hver er þessi ráðgjafi og geti leitað til hans eftir frekari upplýsingum? Í öðru svari frá Dalabyggð kemur fram orðrétt. Ef vel spilast úr verkefninu, það vindorkuverkefninu, kann það að leiða til tekjuaukningar fyrir sveitarsjóð og þar með íbúa sveitarfélagsins. Nú spyr ég, hvað þýðir þetta ef vel spilast úr verkefninu? Og í framhaldi af þeirri spurningu vil ég veita nákvæmlega hvaða tekjur geta verið að koma inn til sveitarfélagsins og hversu mikil upphæð er í formi fasteignagjalda. Einnig er talað að sveitarfélagið sé ekki hlutlaus aðili í málinu, en beri ávallt að hafa hagsmuni íbúa að leiðarljósi. Hverjir eru hagsmunir íbúa af vindorkuveri og hagsmunir hvaða íbúa er haft að leiðarljósi? Nú eru þið öll búin að samþykkja þetta plagg og samþykktu til dæmis þetta orðalag. Að ekki verði séð að skipulagsbreytingin rýri verðmæti aðliggjandi jarða enda verða allar framkvæmdir innan marka Hroðneyjastaða/Sólheima. Ég óska eftir svörum við því hvernig var komist að þessari niðurstöðu og er nokkuð ljóst að það hljóta að vera til gögn sem sanni það að þetta hafi ekki áhrif á verðmætarýrnun og óska ég eftir að fá að sjá þau. Einnig kemur fram í svari Dalabyggðar að ekki er talið að fyrirhuguð framkvæmd hafi veruleg áhrif á ferðaþjónustu í Dalabyggð. Nú spyr ég enn og aftur,
Hvaða gögn hefur sveitarstjórnin í höndunum sem ég hef ekki séð sem sanni það að þetta hafi ekki áhrif á ferðaþjónustu í Dalabyggð? Margir hafa áhyggjur af röskun á votlendi og hver örlög margra fugla verða við þessa framkvæmd. Svar Dalabyggðar við því er að tekið undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Eru til einhverjar frekari skýrslur sem sýna hver áhrif annars vegar á votlendi og hins vegar á fuglalíf verða sem hægt er að kynna sér frekar? Það er margt í þessari skýrslu sem mér finnst Dalabyggð taka skýra afstöðu með varðandi þessa framkvæmd. Og sjálf myndi ég ekki treysta mér til að fullyrða að þetta geti ekki haft nein áhrif líkt og oft er greinilega gert þarna, líkt og ég hef varpað ljósi á. Oft í þessari skýrslu er talað að eftir eigi að vinna frummatsskýrslu þessa framkvæmd. Þetta er allt mjög flókin orð. Sem unnin sé á síðari stigum. Þessi frummatsskýrsla kemur samt til með að skýra marga hluti af þessum umhverfislegu þáttum eins og til dæmis áhrif á votlendið, náttúruna og fuglalífið. Finnst ykkur sem sveitarstjórnarmönnum þið geta haldið áfram með málið þegar svona mikilvægar upplýsingar vantar í bankann? Og hvað er það sem veldur því að við erum ekki tilbúin til að hinkra aðeins við og bíða eftir þessari frummatsskýrslu? Ég vonast til að fá svör við öllum þessum spurningum og skiptir kannski ekki öllu hver svara þeim, en best væri ef þið myndu öll svara þar sem þið hafið jú öll samþykkt þetta og væntanlega með gögn sem staðfesta mál ykkar. Við skuldum þeim sem eru á móti verkefnunum svör og með opinni stjórnsýslu eigum við að þora að ræða þessi mál. Ykkur finnst væntanlega óþægilegt að vera sér að grafa upp gömul gögn, en einhvern veginn þarf ég sem sveitarstjórnarmaður að geta tekið ákvörðun og tekið afstöðu. Annað mál sem ég næ engu botni í og er greinilegt bara á ummælum hv. oddvita hér áðan að hann er verulega sár út í Skipulagsstofnun. Það er sem sagt, ég næ engum botni í samskipti Dalabyggðar við Skipulagsstofnun varðandi breytingu á aðalskipulagi. Þetta virðist greinilega hafa staðið yfir frá 15. apríl. Ég skil ekki betur en hlaupin sé einhver kergja milli Skipulagsstofnunar og Dalabyggðar. Það er greinilegt að Skipulagsstofnun mælir gegn því að keyrt sé í gegn þessari breytingu á aðalskipulaginu og vill að beðið sé eftir að umhverfismati framkvæmdara sé lokið. Nú spyr ég, hvað er langt þar til umhverfismati framkvæmdara sé lokið? Og önnur spurning er, af hverju liggur okkur á að keyra þessa aðalskipulagsbreytingu í gegn þvert á vilja Skipulagsstofnunar? Það er ekki nóg að segja bara að Skipulagsstofnun dragi lappirnar, oddviti. Það er ekki nóg. Það þarf líka að vera hægt að svara spurningum sem að koma fram. Það þýðir ekkert að skýla sér alltaf bak við það að Skipulagsstofnun sé að draga lappirnar. Nú er verið að kalla eftir öðru spurningum og ég vona bara að menn svari þeim. Í sannleika sagt er þetta mál allt of flókið fyrir venjulegan leikmann í sveitarstjórn Dalabyggðar. Ég hef aldrei skilið það af hverju hægt er að krefja sveitarstjórnarfólk til að taka einhverja afstöðu í máli sem ríki hefur ekki einu sinni sett leikreglur um.
Í þessu samhengi er oft talað rammaáætlun og einhvern 4. áfanga hennar og er eins og allir sé að bíða eftir að þessi 4. áfangi klárist. Nema Dalabyggð. Dalabyggð hefur gefið það út að ekki sé vita hvenær 4. áfangi rammaáætlunar klárast og því ákveðið að hefja þann undirbúning sem vindorkuveri krefst, sem taki drjúgan tíma. Bent er á að ákvarðanataka aðalskipulagsbreytingu standi ekki og falli með því hvort einstök framkvæmd eigi heima í rammaáætlun eða ei. Forsendur ákvarðanatökunnar miðast við skipulagsvald sveitarfélagsins. Þetta er mat Dalabyggðar hingað til. Nú er ljóst að mörg sveitarfélög á landinu kæra sig ekki vindmyllur og eru bara skýr í afstöðu sinni gagnvart því. Mér langar til að vita hvað græðir Dalabyggð á því að keyra þessa undirbúningsvinnu í gegn án þess að rammaáætlun sé tilbúin. Hvað græðum við á því að vera að flýta þessari vinnu og undirbúa þessu vinnu svona áður? Annað sem ég velti fyrir mér er, ef leysa á land úr landbúnaðarnotkun núna án þess að vita hvað rammaáætlun gerir, hversu bindandi er þá þessi skipulagsbreyting sem við erum að fara að taka ákvörðun hér? Hversu bindandi er hún? Þetta eru margar spurningar og þið verða að afsaka mig. En þetta eru allt góðir og gagnlegir hlutir sem væri mjög gott að ræða á undirbúningsfundi. Þannig að ég hvet ykkur til að vera með fleiri undirbúningsfundi. Takk fyrir þetta, Anna. Ég skal svara nokkrum spurningum. Ég ætla bara að segja strax, það er ekki hlaupið nein kergja í samskipti Skipulagsstofnunar og Dalabyggðar. Staðreynd málsins er bara svo að Dalabyggð sem stjórnvald ber að fylgja eftir lögum og því sem að skipulagslög kveða á. Ég ætla að árétta það sem ég sagði hérna á sveitarstjórnarfundi 15. apríl. Ég samþykkti þessa breytingar á aðalskipulagi svo lengi sem að komi, og ég áskil mér allan þann rétt til þess að hafa aðra skoðun á málinu og koma fram nýjar upplýsingar. Aðalskipulag er stefna og líkt og Hjalti Steinþórsson sem er lögfræðingur sem hefur verið okkur til ráðgjafar margt í þessum málum, bent okkur á hérna í, man ekki hvort það er september 2018 eða 2019, þá voru svo mýmörg dæmi það að eitthvað fari inn í aðalskipulag sem verði aldrei að veruleika. Og það er ekkert hættulegt að breyta aðalskipulagi. Það sem ég segi er bara, og það sem ég vísa til hérna á það, er að mér finnst Skipulagsstofnun, hún er farin að taka sér einhvert vald sem hún ekki hefur, þess að skipa okkur fyrir verkum og segja okkur að gera hluti sem á að gera á síðari stigum samkvæmt skipulagslögum. Skipulagslögin eru alveg skýr hvernig á að vinna verkið. Og ef að Skipulagsstofnun treystir sér ekki til þess að taka ákvörðun í þessu máli núna, þá hafnar hún þessari breytingu eða vísar henni til ráðherra. Þetta er ekkert flókið. En mér sýnist hins vegar að allt stjórnkerfið sé búið að taka ákvörðun það að gera ekki neitt. Hvaða tekjur mun Dalabyggð hafa af vindorkugarði? Hér er talað 40 til 50 vindmyllur. Þetta er fasteignagjöld upp á að minnstakosti 50 milljónir á ári á hverju ári. Það er reyndar deilt það hvernig eigi að verðleggja vindmyllur í fasteignamati. Og þetta getur orðið mun hærri tekjur ef að það yrði sanngjarnari lausn varðandi hæð mannvirkja. Og okkur í sveitarstjórn, okkur ber að hafa hagsmuni íbúa að leiðarljósi. Og ég ætla þá bara að spyrja sveitarstjórnarmanninn Önnu Berglindi Halldórsdóttur á móti. Hverjir eru hagsmunir íbúa Dalabyggðar? Og hvernig sér hún atvinnulíf hér í Dalabyggð fyrir sér eftir 10, 15, 20 og 30 ár eingöngu með hefðbundinn landbúnaði? Það er bara mín skoðun og ég ætla bara að árétta hana hérna. Það er hér á eingöngu að vera hefðbundinn landbúnaðar, bara framleiða kjöt og mjólk,
þá verður þetta samfélag sennilega steindautt eftir 30 ár. Þetta eru stór orð. Hér þarf miklu fjölbreyttari atvinnu og miklu fleira fólk ef við ætlum að láta þetta samfélag lifa. En ég ætla að leyfa öðrum að svara öðrum spurningum. Ragnheiður. Sveitarstjórn fólk. Ég skrifaði bæði hratt og illa, ég ætla nú að reyna að ráða í þetta samt. Svör og viðbrögð vegna athugasemdar. Það var vinnufundur í umhverfis- og skipulagsnefnd. Það var farið yfir það með sveitarstjórn og fólki. Ráðgjafar voru Verkís. Efla, já, fyrirgefðu. Og já, og við fórum að við töldum bara nokkuð vel yfir þessi svör, en aftur á móti mjög margt þarna sem ekkert hægt að svara alveg strax vegna þess að það ekki búið að vinna þá vinnu sem þarf að gera. Þessi frummatsskýrsla tekur á umhverfisþáttum og það ekki búið að vinna þessar rannsóknir og þar af leiðandi hún ekki tilbúin og ekki til umræðu. Þannig að við getum ekki talað þá þætti strax og við getum heldur ekki setta inn í þessa skýrslu öðruvísi en að vísa til þess að það verði tekið fyrir á seinni stigum máls. Ef vel á að spila úr verkefni, hvað þýðir það, spurðuru? Það náttúrulega bara, þýðir bara það að þetta, ég allavega sé það þannig, ég get ekki verið á móti verkefni sem ekki alveg búið að vinna, allar rannsóknir og allar rannsóknir og allar svona athugunarvinnu sem að segir okkur hvort þetta sniðugt eða ekki. Við vitum ekkert hvort þetta sniðugt eða ekki fyrir en við erum búin að fá þessa skýrslu og vitum hverja niðurstöðurnar eru. Og það náttúrulega það sem segir hvort að spili vel úr verkefni, verður það veruleika eða verður það ekki að veruleika. Þetta er bara eitthvað sem við getum bara ekki talað strax. Þeir hagsmunir sem að ég sé að gætu verið fyrir alla eru tekjur. En síðan náttúrulega bara þegar við vitum meira þurfum við að vega og meta hvort það þessar tekjur sem við viljum eða eitthvað annað. Við erum ekki alveg tilbúin til að svara því heldur. Að ekki verði séð að vindorkugarðar rýri verðgildi aðliggjandi jarða. Við höfum náttúrulega engin fordæmi, við getum ekkert sagt það. Ég allavega get ekki svara fyrir það hvort það verði. Ég hef ekki trú á að það verðfelli jarðir stórfenglega, en hitt annar mál að það getur vel verið. Það bara mat, það ekki staðreynd. Og eins með ferðaþjónustuna, en þá það bara mat, það ekki eitthvað sem við getum vita hvort það hefur áhrif. Hugsanlega kannski verður hægt að opna verslun með minjagripum með litlum vindmyllum og keyra þetta svolítið upp. Við vitum ekkert það. Röskun á votlendi, fuglalífi, það liggur ekki fyrir enn þá vegna þess að rannsóknir hafa ekki alveg verið kláraðar með fuglalíf og aðra umhverfisþætti og votlendi. Það talað þessar mótvægisaðgerðir sem að sveitarfélagi leggur til að framkvæmdaraðili fari í. Samskipti Dalabyggðar og Skipulagsstofnunar hafa yfirleitt bara verið nokkuð góð. Þeir draga lappirnar með því að svara þarna vegna þess að þeir vilja ekki bera ábyrgð á svari sínu. Það mín skoðun. En mér finnst bara að Dalabyggð eigi ekki að gefa það eftir. Þeir eiga að svara og ef þeir get ekki svara þá eiga að senda það til ráðherra og þá sker ráðherra úr það. Rammaáætlun eitthvað sem ekki tilbúið og við vitum ekki alveg hverju á að vinna eftir hvað það varðar og við viljum kannski bara svolítið þrýsta á stjórnvöld að koma þessum málum bara hreint og hægt að hafa þetta allt svona í lausu lofti. Ég segi eins og Eyjólfur, það ekki hættulegt að leysa land úr landbúnaðarflokki. Það alltaf hægt að breyta því aftur síðar. Þetta bara partur á undirbúningsvinnu og ekkert stórmál finnst mér. Ég segi ekki nei við vindorku þegar ég veit ekki alveg hvernig allar niðurstöður verða. Við verðum að sjá hvað kemur út úr þessu áður en við getum tekið ákvörðun. Nú erum við að tala um að breyta landnotkun, seinna tölum við framkvæmdaleyfi og þá það orðið endanlega ákvörðun. Takk.
Takk fyrir þetta, Ragnar. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar. Oddviti, ágætu fundamenn. Ég nú bara fagna þessari umræðu. Þetta kannski kemur aðeins inn á eins og Anna Berglind talaði að undirbúningsfundir geta í ákveðnum málum skila miklu og þá getur ýmislega umræða farið þar fram sem kannski passar ekki alltaf best á þessum fundum. Eins og ég hef skilið þetta og ég er ekki sérfræðingur í þessu máli hér, ég hef lagt mikið traust á fulltrúa í umhverfis- og skipulagsnefnd, en eins og ég skilið þetta þá er þetta nú fyrst og fremst það að Skipulagsstofnun, hún er nú sjálf bara ekki að fara eigin lögum núna, hún er ekki að virða lög sem hún á að fara eftir með því að svara okkur. Mér finnst sem sveitarstjórnarfulltrúa ekkert mál að taka ákvarðanir á þessum tímapunkti í þessu máli. Mér finnst það bara í raun og veru að vera skyld okkar að afgreiða svona mál og gera það bara eins vel og við getum. Ég held að ekkert mál nema kannski íþróttahúsmálið hafi fengið eins mikla umræðu og mikinn tíma hér eins og þetta vindorkumál, bæði hér í sveitarstjórn á öllum þessum opnum fundum sem hafa verið hérna. Þannig að flæðið frá okkur til allra aðila, ég held að það sé í raun og veru miklu meira heldur en við þurfum að hafa það. Þannig að og ef mig misminnir ekki þá hafa náttúrulega höfum við engin gögn á Íslandi það hvort að svona framkvæmdir hafi áhrif á verð aðliggjandi jarða. Menn hafa bent á það á fundum að þetta hafi ekki haft svoleiðis áhrif til dæmis í Skotlandi. Þar hafi líka ferðaþjónusta aukist á þessum svæðum út af því að aðgengi á þessum svæðum hefur aukist. Ég segi eins og margir sögðu hérna í umræðunni, minnir mig í apríl, að þetta eru tvö mál. Þegar þetta kemur svo seinni stig, þegar allar niðurstöður og rannsóknir liggja fyrir, þá kannski mun eitthvað breytast. En fram að því, þá vil ég meina að við sem stjórnvaldi í sveitarfélaginu, við eigum að vinna svona verkefnum sem sagt eitthvað brautargengi og bara fara eftir þeim lögum sem við þurfum að starfa eftir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðri sveitarstjórnarmenn. Ég ætla nú ekkert að lengja þennan fund neitt meira, en ég fagna að við skulum vera að ræða þetta mál og ég held við þurfum bara að ræða þetta miklu meira, En ég ætla að svara þessari spurningu sem ég fekk frá hv. oddvita sem var eitthvað á þá leið: hvernig sé ég atvinnulíf svæðisins fyrir mér eftir 10 ár? Og ég vil bara svara því þannig að ég ætla nú bara að leyfa mér að vera það bjartsýn að halda að það verði bara mjög gott. Ég hef mikla trú á störfum án staðsetninga og mér þykir afskaplega slæmt ef að oddviti sveitarfélagsins talar niður helstu atvinnugrein sveitarfélagsins og sér ekki framtíð landbúnaðar fyrir sér. Þetta bara mjög slæmt. Þú getur haft þér að skoðun að þú haldir að eitthvað annað muni verða. En það er þitt hlutverk að tala upp landbúnað í sveitarfélagi. Það bara þitt hlutverk. Það hlutverk okkar allra. Þetta stæðsta, hérna vinna flestir við landbúnað. Og mér þykir bara mjög leiðilegt og mér þykir bara leitt ef íbúar sveitarfélagsins að verða vitni af því að hv. oddviti bara sjá ekki fyrir sér landbúnað í framtíðinni. Bara mjög slæmt mál. En ég vona bara að við munum halda áfram að ræða þessi vindorkumál. Ég held að sé nokkuð ljóst að ég mun örugglega sitja hjá í þessum afgreiðslum hérna eftir.
Ég bara treysti mér ekki til að taka afstöðu þær. Það er ennþá fullt af svörum sem ég hef ekki fengið svar við. Eins og til dæmis hvað það sem veldur því að við erum ekki tilbúin til að hinkra eins við og bíða eftir þessari frummatsskýrslu. Ég er ekki búin að fá svar við því. Ég hef ekki fengið svar við því hvað er langt það til umhverfismati framkvæmdanna sé lokið. Og svo af hverju liggur okkur á að keyra þessa aðalskipulagsbreytingu í gegn þvert að vilja Skipulagsstofnunar? Af hverju liggur okkur á? Það eru eflaust fleiri spurningar. Takk fyrir. Eins og ég sagði hér áðan og ég ætla bara að svara hérna einu sinni enn varðandi frummatsskýrslu og umhverfismat áætlana. Við erum að vinna eftir hinu lögformlega ferli og þessar 2 skýrslur eru annar staðar í ferlinu og það á ekki að þurfa að taka tillit til þeirra í breytingu á aðalskipulagi. Það ætla ég að biðja sveitarstjórnarmanninn Önnu Berglindi Halldórsdóttur að hafa í huga. Ég skal tala upp landbúnað og framtíð landbúnaðar er björt. En ég ætla líka að leyfa mér að segja að landbúnaðar er fleira en framleiðsla og kjöt og mjólk. Sveitarstjórnarmaðurinn Anna Berglind Halldórsdóttir fyrir eitthvað sauðfjárbú, hún veit alveg hver afkoman hefur verið síðustu ár. Og skilaboð afurðastöðva til sauðfjárbænda í haust, þau eru ekkert bjartsýn. Við þurfum öll að tala upp búsetu og annað hér í þessu sveitarfélagi. En alveg ofboðslega margt í þessu máli, skipulagsmálum og öðru er þessi draumórakennda umræða það að við ætlum að varðveita veröldina sem var. Það má engu breyta, það á alltaf vera eins og það var þegar við ólumst upp sem börn í Dalabyggð. Það er mín skoðun. Það er það sem þarf að breytast hér. Ég ætla þá líka að því að varðandi störf án staðsetningar að biðja sveitarstjórnarmanninn Önnu Berglindu að kynna sér skýrslu störf án staðsetningar. Þar þarf virkilega viðhorfsbreytingu bara hjá hinu opinbera. Ég hef alveg trú á þessu að störf án staðsetningar getur verið framtíð. En það verður ekki nema með alveg einhverju svakalegri viðhorfsbreytingu hjá hinu opinbera og þeim sem stjórna þeim störfum hvar þau eru. En vilja fleiri taka til máls undir þessum leið? Einar. Ágætu fundamenn. Það voru svolítið síðan að það hefur svona aðeins verið skipst á skoðunum í pontu. Ég vil nú kannski bara segja það að mér fannst oddviti ekkert að vera að tala niður landbúnað áðan. Mér fannst hann einfaldlega bara að vera að benda á eitthvað sem er möguleiki ef ekkert breytist. Þeir bændur sem ég hef talað við hér, núna bara upp á síðkastið, þeir eru ekki mjög bjartsýnir og þeir óttast aðeins framtíðarhorfur sínar ef ekki eitthvað annað kemur til. Og það er alveg ljóst, hvort sem það er í formi vindorku eða eitthvað annars, að við þurfum eitthvað fjölbreyttara inn í þetta samfélag. Það er öllum ljóst. Og til þess að fjölgi íbúum og við fáum þetta fólk líka til þess að koma ef að það breytist þannig að fyrirtæki og sérstaklega hinu opinbera fyrir að fjölga þessum störfum án staðsetningar, þá þurfum við að bæta svo rosalega í innviðin okkar. Og einn partur af því er til dæmis að taka á svona máli eins og vindorkunni með svona opnum hug og fara bara eftir þeim leikreglum sem í boði. Vissulega hafa önnur sveitarfélög á landinu bara þar sem meirihluti fyrir því í sveitarstjórn bara tekið svona mál út af borðinu út af þeir bara vil ekki sjá vindorku inn í sínu sveitarfélagi. Það er gott að blessa. Það er ekki þannig hér. Ég held að fólk sé tiltölulega opið fyrir þessu. Það er enginn hér búinn að segja bara ég ætla að samþykkja þetta hvað sem kemur. Það er allir á því að þeir bara bíða eftir niðurstöðunum. Það er enginn í því að þeir eitthvað fara að vaða með eitthvað í gegn ef það kemur svo í ljós að þetta bara gengur ekki upp eftir að rannsóknirnar liggja fyrir. Ég held að fyrst og fremst sé bara verið að vinna þetta mál ofboðslega vel á það stig að það verði að taka upplýsta ákvörðun. Takk.
Takk fyrir þetta Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Oddviti, góðu fundarmenn. Ég ætla nú kannski ekki að segja mikið, ég ætla bara að minna á það að í apríl einmitt þá sagði ég að ég áskildi mér allan rétt til að taka aðra afstöðu síðar. Aðalskipulag þarf náttúrulega að vinna, við erum alltaf að gera það. Þegar við þurfum virkilega að fara að taka afstöðu til einhvers verkefnis, þá það komið í deilu skipulagsvinnu. Og þar þurfum við virkilega að vinna og vanda okkur vel og taka afstöðu hvort við viljum gera eitthvað eða ekki. Svo annað sem við erum að tala að hvort við getum okkur grein fyrir hvort að muni rýra aðliggjandi jarðir ef við leyfum til dæmis eins og vindorku. Ég vil kannski frekar alveg spyrja hvað erum við að rýra jarðir mikið ef við segjum að við ekki gera neitt á þeim nema stunda svona venjulegan landbúnað. Myndi ég vilja það að einhver segði bara ef ég ætlaði nú að fara að setja upp segjum bara álver á Miðskógi, sveitarstjórnin myndi bara segja nei eða nágranni. Mér finnst það vera að rýra jörðina mína. Þannig að ég held að við erum aðeins að skoða þetta í svona bæði erum við að rýra aðliggjandi jarðir eða erum við að rýra verðgildi jarðarins sem við erum að tala um. Þetta tvær spurningar og við þurfum að hafa báðar í huga þegar við tökum afstöðu. Mér finnst voðalega vont ef að mér langar að gera eitthvað og það kemur bara einhvers nágrann og segir bara nei vinur, þú færð ekki að gera þetta. Þá kannski jörði mér bara einskis virði. Ég horfi svona á þetta til beggja handar. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Þannig göngum til atkvæðagreiðslu dagskrárlið 14. Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég ætla bara að fá að bæta við aðeins að svara Skúla. Ég get líka alveg skilið það að við þurfum að kannski vera með bæði sjónarmið. En ég geri þá kannski þá sömu kröfu á aðra sveitarstjórnarmenn að þeir setji sig þá líka í spor annarra. Ég held við verðum að geta sett okkur í spor. Ég hugsa að margir séu svona, veit ekki hverju þeir eiga að svara varðandi vindmyllu. En ef spurningin væri, vil ég vindmyllu við hliðina á mér eða bara á næstu jörð, í sitt nánasta umhverfi, ég held að það sé. Ég get ekki fullyrt það, en þannig hugsa ég þetta, skilurðu. Við verðum líka að geta sett okkur í spor annarra. Umhverfi okkar sem við búum og lifum í alltaf mikilvægt okkur. Þó það sé ekki hægt að fullyrða að það sé eitthvað verðmætara en eitthvað annað, skilurðu. Þetta eitthvað sem okkur þykir væntum og verður alltaf viðkvæmt að ræða. Og það það sem ég að segja. Ég get ekki staðið hér og fullyrt að einhvað sé verðmætara en annað. En ég kann alveg að vorkenna fólki og bara setja mig í spor þess. Og það eitthvað sem ég get ekki kennt öðrum að gera. Fleiri, Svíla, Ragnheiður. Bara mjög stutt. Við vildum vita hug fólks í sveitarfélaginu þegar kæmi að vindorku og það var gerð könnun og niðurstöðu könnunar sýndu það að það var áberandi meiri hluti íbúa í Dalabyggð sem var meðfylgjandi því að þetta yrði tekið og skoðað. Og við höfum unnið svolítið eftir því. Það fyrirhugaður vindorka í Garpsdal í Reykhólasveit. Það blasir við beint út stofgluggann hjá mér.
Mér finnst persónulega vindmyllur ekki ljótar, það trufla mig ekki og ég sendi ekki inn athugasemd þegar það var í lýsingarferli. Það bara skiptar skoðanir á þessu, þetta umdeilt og það gott að þetta umdeilt vegna þess að þá verður meiri umræða, fleiri spurningar og vonandi fleiri svör. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Nú kanum við að bæta við það sem Ragnheiður var að segja og að það til heil fræðigrein akkúrat þennan málaflokk. Og svona leiðilega orðið yfir að það á íslensku NIMBYisti eða not in my backyard og það hægt að finna alveg fullt af fræðigreinum skipulagsmál sem fjalla akkúrat þetta, hluti sem fólk vill ekki hafa í bakgarðinum hjá sér. Þetta alveg sérstök fræðigrein innan skipulagsmála. En ég ber þá hér bara upp til afgreiðslu að það semst breytingar á skipulagstillögu samkvæmt tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Þeir sem eru á móti. Hún samþykkt með 6 atkvæðum og 1 á móti. Svo það tillaga að sveitarstjóra sé falið að svara skipulagsstofnun í samræmi við álitsgerð lögmanns sveitarfélagsins. Þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Það samþykkt samhliða, þeir sem eru á móti. Þeir sem sitja. Það samþykkt með 6 atkvæðum og 1 situr hjá. Þá næst dagskrárliður 15. Það eru hrónjaðarstaðir, breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. Þetta í raun og veru alveg sambarlegt mál og dagskrárliðurinn hérna undan. Ég ætla kannski ekki að lesa upp allan þann texta, en orðið laust þennan dagskrárlið. Einhverju sem kveða að sér ljós. Umræðan hefur sennilega verið tekin hér undir dagskrárlið 14. Þeir sem eru þá samþykkir þessari breytingu á skipulagstillögu samkvæmt tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar gefið merki. Þeir sem eru á móti. Tillagan samþykkt með 6 atkvæðum gegn 1. Og þá sams konar tillaga að sveitarstjóra sé falið að svara skipulagsstofnun í samræmi við álitsgerð lögmanns sveitarfélagsins. Þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Þeir sem eru á móti. Hún samþykkt með 6 atkvæðum og 1 situr hjá. Þá næst dagskrárliður 16, það stofnun lóðar og landi ytra Hrafnabjarga. En þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Óskað eftir að stofna verði lóð og landi ytri Hrafnabjarga samkvæmt uppdrætti eflu. Nefndin gerir ekki athugasemdir við erindið og felur byggingafulltrúa að afla fullnægjandi gagna og afgreiða málið. Þeir sem einhverju sem vilja ræða þetta mál. Þeir sem geta staðfest þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 17, það hrónjaðarstaðir, lausn úr landbúnaðarnótum. En það liggur hér fyrir erindi lausn úr landbúnaðarnótum fyrir hluta jarðarinnar hrónjaðarstaðir og umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að 419 hektara svæði landi hrónjaðarstaða verði leyst úr landbúnaðarnótum í samræmi við breytingar á jarðalögum sem tóku gildi 1. júlí síðastliðinn. Uppdráttur á svæðinu liggur fyrir. Stærð svæðisins og afmörkun takmörkuð við þau mannvirki sem nauðsynleg eru fyrir iðnaðarsvæði vindorkuvers. Á fyrirhuguðu iðnaðarsvæði áfram gert ráð fyrir óbreyttri nýtingu landsins til beitar. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Það kveður sem engin ljós. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar að vonandi hrónjaðarstaði gefið merki. Þeir sem eru á móti. Hún samþykkt með 6 atkvæðum gegn 1. Þá næst dagskrárliður 18. Það eru Sólheimar, það laust úr landbúnaðarnotkun. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að 408 hektara svæði í landi Sólheima verði leyst úr landbúnaðarnotum í samræmi við breytingar á jarðalögum tóku gildi 1. júlí síðastliðinn. Uppdráttur á svæðinu liggur fyrir. Stærð svæðisins og afmörkun takmörkuð við þau mannvirki sem nauðsynleg eru fyrir iðnaðarsvæði vindorkuvers. Á fyrirhuguðu iðnaðarsvæði áfram gert ráð fyrir óbreyttri nýtingu lands til beitar. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Þeir sem eru á móti. Hún samþykkt með 6 atkvæðum gegn 1. Þá næst dagskrárliður 19. Það umsókn landskipti fyrir lóðina Stekkjarhlíð út úr jörðinni Geirshlíð.
Það liggur fyrir umsókn landskipti fyrir lóðina Stekkjarhlíð út úr jörðina Geislíð. Umhverfisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við erindið. Einhver sem vilja ræða þetta mál sérstaklega. Þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu umhverfisskipulagsnefndar gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 20, það Sælistarstunga, skipting jarðar á Svínadal. Ég geri það tillögu mínu að málinu verði frestað til næsta sveitarstjórnarfundar þar sem ekki liggur fyrir endanlegur uppdráttur sem samþykkir því gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 21, það ósk nafnabreytingu. Veiðifélag Hörðadalsár sækir nafnabreytingu á lóðinni. Nafnið Fremri Hrafnabjörg verði breytt í Kornmúli. Umhverfisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við nafnabreytinguna. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu umhverfisskipulagsnefndar gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér næst dagskrárliður 22. Það úttekt húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á slökkviliði Dalabyggðar. Það liggur hér fyrir fundargögn og bréf frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun og það liggur hér einnig líka fyrir tillaga að slökkviliðsstjóra verði falið að gera umsögn úttekt húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og frá slökkviliðsstjóra fari úttektin til umfjöllunar í byggðarráði. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Anna og svo Skúli. Oddviti og aðri sveitarstjórnarmenn. Ég hef svo sem ekkert mikið þetta að segja. Mér finnst bara þessi skýrsla bara svakalega svört. Það bara eins og ekkert sé í lagi nánast. Og ég vænti þess að við munum náttúrulega bara fá hvað brýnast að fara yfir. Þú veist, það svo mörg atriði að við náttúrulega náum aldrei að gera það á einu ári. Þannig að en bara mér finnst bara ágætt að íbúar Dalabyggðar viti það og bara kynni sér kannski þessa skýrslu aðeins. Fara yfir þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Skúli. Oddviti og sveitarstjórnarmenn. Ég einmitt búinn að lesa þessa skýrslu held ég 2 eða 3 og ég hef svo rosalega áhuga á slökkviliðum og slökkvistjóra starfinu. Ég var nú slökkviliðsstjóri í 15 ár, þannig að ég tek þessa skýrslu mjög alvarlega og ég myndi ekkert kannski segja hún var neitt svakalega stökk. Þetta bara vinnulag sem að fyrrverandi Brunamálastofnun og nú Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vinnur eftir. Þeir koma alltaf með einhverja svona punkta, vilja helst hafa á dökka, en það fullt af hlutum hana sem kosti ekki mikið að gera ef við förum yfir þetta og hvernig er næsta lið. Ég myndi vilja bæta við þessa tillögu sem kemur hana fram að slökkviliðsstjórinn gerir líka áætlun úrbætur sem kemur þá inn til byggðarráðs sem við tökum til afgreiðslu. Því að leiðum við erum búin að gera áætlun úrbætur og sendum það til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, þá heldur við séum komnir á græna listan aftur. Þannig að það mjög nauðsynlegt að við gerum áætlun hvernig við ætlum að leysa og laga þessi mál. Það fullt af málum sem við getum bara nánast gert á þess að eyða neinu peningi. Það nánast bara fara og sópa gólfið eða raða upp hlutum og eitthvað svona. En ég segi áætlun hvernig við ætlum að gera þetta. Hvort við ætlum að gera þetta á 1 ári, 2 eða 3, það breytir ekki alveg máli. Við þurfum bara að finna út hvað þetta kostar og deila þessu út þannig að þetta verði gott skipulag á þessu hvernig við ætlum að gera þetta. Og það bara áætlun sem verður þá samþykkt. En ég segi, og ég alveg tilbúin með að bjóða mér fram að vinna með slökkviliðsstjóranum að þessu máli. Bara, það væri bara mjög ánægilegt fyrir mig. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Pálmi.
Óttið ágætu fundamenn. Já, mér var smá brugðið þegar ég renndi yfir þessa skýrslu. Þetta var ekki alveg, þetta komið svo sem ekki mikið óvart. En ég held við erum að fara varlega í að ætla að fara að sprengja þetta mikið út og byggja þetta upp, því að það hefur náttúrulega verið umræðan hérna að við förum að búa til sameiginlegt húsnæði fyrir slökkvilið, björgunarsveit og sjúkrabíla. Og ég held að við ættum að byrja á því að skoða þá leið, því að það mér finnst það mjög góð hugmynd sem er komið fyrir svo mörgum árum, en þetta húsnæði sem slökkvilið í dag ég held að þarfnast margra milljóna til þess að þetta verði í lagi. Takk fyrir þetta, Pálmi. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs. En þá hér bara tillaga með viðbót frá Skúla. Þá hljóðar tillagan svo að slökkvilistjóra falið að gera umsókn úttekt HMS. Frá slökkvilistjóra fær úttektin til umfjöllunar í byggðarráði ásamt tímasettri áætlun úrbætur. Náður þessu Jóhanna. Þeir sem vilja ræða þessa tillögu eitthvað sérstaklega? Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki? Þeir sem eru á móti? Situr hjá, Pálmi? Hún er samþykkt með 6 atkvæðum og 1 situr hjá. Þá næst dagskrárliður 23. Það er samstarf rekstur öldrunarheimilis og þetta kemur frá fundi stjórnar Silfurtúns. Stjórn Silfurtúns leggur til við sveitarstjórn og óskað er eftir viðræðum við Reykhólashreppi samstarf milli Barmahlíðar og Silfurtúns. Hvers vilja ræða þetta mál? Ragnheiður. Sveitarstjórn. 12. október síðastliðinn bauð stjórnin starfsfólki Silfurtúns til fundar við sig að ræða niðurstöður úr greiningu sem unnin var á Eyþóri Eðvarðssyni hjá Þekkingarmiðlun. Samtali við starfsfólk Silfurtúns ásamt samantekta skýrslu Þekkingarmiðlunar sýna glöggt að álag á stjórnanda og annað starfsfólk heimilisins er of mikið og veldur því að starfsandi er ekki sem best væri á kosið. Áður hafa verið kannaðir möguleikar á samstarfi Silfurtúns og Fellsenda en það þóttu ekki vænlegir kostir. Þá hefur Dalabyggð sent erindi til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og óskað eftir að hver tæki yfir rekstur á Silfurtúni en enginn var áhuginn fyrir því. Við megum ekki gefast upp og þurfum að leita leiða til heilla fyrir alla þá sem eiga hagsmuna að gæta á Silfurtúni. Stjórn Silfurtúns leggur til við sveitarstjórn að óskað verði eftir viðræðum við Reykhólahrepp samstarf milli Barmahlíðar og Silfurtúns. Með slíku samstarfi væri hugsanlega hægt að draga úr álagi með samvinnu yfirmanna og sameiginlegs afleysingar fólks að einhverju leyti svo að eitthvað sé nefnt en ómögulegt er að segja hvað gæti orðið til úr samtalinu nema ráta á það reyna. Fleiri sem vilja taka til máls? Það var bara þeir sem eru samþykkir því að óskað verði eftir viðræðum við Reykhólahrepp samstarf milli Barmahlíðar og Silfurtúns. Þeir sem samþykkir því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 24. Það er umsókn stofnframlag vegna almennra leiguíbúða. En Bakkahvammur HS húsnæði sjálfseignarstofnun sækir stofnframlag frá Dalabyggð vegna byggingar 3 almennra leiguíbúða. Hverju sem vilja ræða þessa tillögu? Kristján. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, eins og kemur fram í bréfi formanns stjórnar Bakkahvamms sem liggur í fundargögnum og kom reyndar ekki inn fyrir hádegi vegna þess að fundur Bakkahvamms var ekki í gær. Þá er þetta 11,8 milljónir sem að stofnframlag frá Dalabyggð yrði
og það myndi, ef til kæmi, skiptast þannig að 6,8 milljónir væru lóðir og þau gjöld sem að renna til Dalabyggðar sem Dalabyggð myndi þá gefa eftir og 5 milljónir sem að yrðu fjárframlag til verkefnisins. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri? Silja? Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Já, nú er verið að tala byggingu 3 almennra leiguíbúða. Það var í rauninni, ég var að vonast eftir frekari skýringum af því það var í rauninni ekkert þetta í gögnum sveitarfélagsins, enga frekari skýringar. Útskýringar á þessu, þú veist, er svona mikil vöndun núna á íbúðum, þú veist, og ég er að meina þannig skýringar. Ég er samt alls svona hugsi yfir þessu af því að ég er búin að vera, ég þekki aðeins þetta hvernig íbúðir Bakkahvamms eru nú í dag. Þar og ég ætla bara að leyfa mér að taka fyrir af því að það liggur nú fyrir fundargerð samkvæmt 43. lið að mig minnir sem er fundargerð Bakkahvamms, HSES. Þar er liður númer 3 sem heitir önnur mál. Rætt frágang íbúða, úttekt Hrafnshóls sem átt að fara fram í sumar og frágang á bílastæðum. Ganga á frá bílastæðum fyrir veturum með því að bera í þau og jafna en hellulögn fer ekki fram fyrir en mögulega næsta sumar. Skúli óskar eftir samþykki stjórnar fyrir því að hann hafi samband við Hrafnshól. Þú veist, mér finnst náttúrulega rosalega skrítið að vera að fara að byggja fleiri íbúðir en vera ekki búin að klára hinar. Og það er ekki einu sinni hægt að segja hvenær það verði mögulega klárað. Af því, þú veist, það er bara mögulega næsta sumar verði hellulegt. Nú hef ég komið inn í þessar íbúðir og þetta er hræðilegt hvað sandurinn berst inn í þessar íbúðir. Það er hræðilegt. Og ég held að parkett á þessum íbúðum verði ekki í lagi innan örfára ára. Mér er svo leiðilegt að vera að setja svona íbúðir á leigumarkað og þessir íbúar í rauninni fá engin svör. Hellurnar eru komnar, ruslatunnuskýlin eru komin, en það bara má ekki klára þetta. Það er enda vörubretti fyrir utan dyrnar. Mér finnst þetta bara ekki boðlegt. Þannig að þessuna myndi ég vilja fá að vita aðeins meira nýjar íbúðir. Þú veist, er ekki rétt að klára eitt áður við förum að tala annað. Þú veist, skýringar á því að þetta sé ekki klára er að það vantar peninga. Nú þessar íbúðir allar í leigu og væntanlega komin einhverjar leigutekjur. Þær þá bara rétt að duga fyrir útborgun lána að verði engin afgangur til að gera neitt? Og svo langar mig að vita, sem ég ætti kannski að spyrja þá í liði 43, þú veist, að því að nú fær Skúli óskar eftir samþykki stjórnar til að hafa samband við Hrafnshól. Er hann að fara að ræða þá þessar úttektir sem fara átti í sumar? Þú veist, hvenær á að fara í þessar úttektir? Nú eru rúður þarna brotnar og engin veit hvort að húsið er að síga eða ekki, skilurðu. Þú veist, er ekki þörf á að fara í úttektir strax? Eftir hverju er verið að bíða? Bara það getur vel verið að þetta liggi allt upp á borðanum, en það kemur það bara hérna fram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna.
Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Oddviti, góði fundarmenn, ég vil kannski svara fyrir þetta þar sem ég baði heimild til að tala við Hrafnsúl að mér fannst sko þeir áttu samkvæmt upphaflega skipulaginu að gera loka úttekt á íbúðunum í maí. Semst ári eftir að þeir afhenta þær. Það hefur ekki verið gert og ég veit að formaður hefur verið að reyna að ná í það og þeir bara hafa ekki svarað honum. Þannig að ég hugsaði að það er kannski bara best að nota einhver aðra leið og fékk heimildið þess. Og strax í gærkvöldi hafði ég samband bæði við Ómar og Sigurð hjá Hrafnsól og kom strax í samband við og þeir svöruðu mig strax. Og ég sagði að það væri bara frumskilyrði að við yrðum að fá þessa úttekt, helst ekki seinna inn í næstu viku. Og þeir sögðu að þeir ætlu bara að leggja allt í það, þetta væri í vinnslu og væri búin að fá úttektina sem að hann Sæþór gerði. Hún væri hjá þeim og Einar væri búin að vera í samband við að hefði verið þegar hann náði í þá. En allavega þeir eru farnir að vinna í málinu og ég veit að Ómar hafði svo samband við Einar í morgun og ég held að það standi bara að þeir ætla að reyna að gera þetta í næstu viku. Þannig að það klárist. Svo get ég kannski svara með fyrir utan að sé ekki búið. Ég er alveg sammála, þetta er náttúrulega bara ekki gott. En einhvers þar Bakkahvammur að fá pening. Og við erum náttúrulega nýbyrja að reka þetta félag og það stendur varla nema undir sko fasteignagjöldum og tryggingum og afborgun lána. Leigan er náttúrulega alls ekki há. Við erum að reyna að láta fólk hafa þetta sem hefur lítið laun. Þess vegna er þetta svona lágt. En kannski þurfum við bara að fara fram á það við Dalabyggð, það veiti smá auka fjármagn í Bakkahvamm til að klára þetta. Af því ég veit að Hrafnsól átt að skaffa hellunar og þær eru konnar. Þannig að það er svo sem bara að fara í þetta og ég var ekki gerð könnun held ég hvað þetta kostaði og Einar held ég að sé með það. Þannig að þið svara því þá kannski. Takk fyrir þetta Skúli. Einar? Oddviti, ágætu fundarmenn. Það er alveg rétt allt sem Skúli taldi upp hérna. Það gekk erfiðlega að ná sambandi við þá. Ég veit ekki hvort það var það að ég sé bara búinn að vera hálfleiðilegur við þá einhvern tímann í ferlinu. Þessi erfitt að ná þeim en fínt að Skúli gat komist þarna í gegn. En vissulega snýst þetta allt peninga. En þetta snýst líka ákveðið ferli sem var farið í og við gerðum ráð fyrir því að þetta væri rauninni farið úr okkar höndum fyrir löngu, samkvæmt okkar plönum og samkvæmt öllum þeim loforðum sem við fengum frá hinu opinbera. Og við svo sem vitum alveg og við erum búin að vera í miklum samskiptum við íbúana þarna. Og vonandi verður gerð bragarbót á þessu núna, en varðandi þetta nýja verkefni, þá er alveg ljóst að það vantar íbúðir hérna. Það fylgir þessu líka eins og Kristján fór yfir fyrr á fundinum og við erum búin að fá fullvissu það sem sagt hjá Bríet að þeir muni alveg, þeir taka þessar nýju íbúðir, þær fara bara inn í allt saman, þennan pakka. Það sem við erum einfaldlega að gera með þessu, við erum bara að reyna að koma þessu ferli af stað, við eigum lóðir og svona er þetta að vinna þetta og þarna er þetta að sækja pening frá ríkinu inn í þetta dæmi. Það á aftur á móti eftir að ákveða núna hvert formið verður á því hvernig þetta verður gert, hvernig þetta verður byggt. Það er allt saman eftir. Það sem við þurfum bara að gera núna er við þurfum að ná inn fyrir frest sem er núna seinnipartinn í mánuðinum, sem er í raun og veru áður en næsti sveitarstjórnarfundur er áætlaður, fresturinn er 24. október ef ég man rétt. Þess vegna kemur þetta hérna inn, en ég held að þörfin sé alveg til staðar. Við höfum bæði fengið það hérna frá fyrirtækjum á staðnum sem kvarti við því að þeim vanti húsnæði. Þannig að við færum ekki á stað í þetta nema við töldum að þetta fær allt saman út. Takk. Takk fyrir þetta Einar. Jón Egill.
Þetta er nú svo sem bara tvennt sem að ég er með að sjálfsögðu eigum við að fullklára þetta. Það er ekki hægt að hafa þetta svona, það er bara verið mistök í ferlinu að gera ekki ráð fyrir þessu sko fjárhagslega. Því að eins og segið, ef að ruslaskilin eru komin, ég hef alveg farið þarna inn, við erum að leigja okkar unga fólki og annað eins þarna og maður bara hefur bankað upp og fengið að sjá hvað er að og ég veit alveg að samskiptin hafa verið þung og hver á að bera kostnað á hverju, en ef við Dalabyggð eða fasteignafélagið sem sagt ber ábyrgð á frágangi hérna úti þá bara verðum við að klára það. Eins og segið, það er hvort sem á þessi samtal við sveitarfélagið annað eins, en maður veit að það er að koma vetur og annað, en það er rosalega leiðilegt að sé bara vörubretti og þú getur hort á hellurnar, þú getur hort á ruslaskilin. Ef það er hægt að ljúka þessu, þá væri það náttúrulega alveg frábært. Því að þetta er búið að vera síðan að fólk flutt inn. Og þetta frekar eins og segið, þetta frekar að vera stolt okkar við sem að gera þetta vel og við séum hæf bara í heildinni að vera í uppbyggingu. Því að það myndut allir vel og það er rosaleg vöntun. Við vitum að þeir sem að vinna hérna og eru kannski í þessu samtali við ungt fólk og annað eins, að það er vöntun og mér finnst ég alveg saman á þeir bara við þurfum að halda áfram uppbyggingu án þess að það þarf ekki að leggja seinustu helluna til að næsta byrji, þú veist, en ég held að menn hafi lært alveg rosalega. Það er bara lært mikið að samskiptin og þessu var að sjálfsögðu rosalega hendi í sveitarstjórnarfólk að það var allt í einu eiginlega orðið byggingafræðingar og þetta er bara búið að þetta er búið að þingja náttúrulega bara sveitarstjórnarfólki og það tók þetta að sér bara af, eins og maður segir, baráttu hug því að það vildi uppbyggingu. Þannig að það var margir farið eiginlega með stóru tóna eins og Einar og bara þurfti að rífa sig í gang og læra þetta. Og minnst hann hefur bara mikið hrós skilið. Og þetta er náttúrulega bara óguleg stjórnmála tugga að komast í gegnum þetta gæla. Þú veist, að finna niðurstöður. En bara endilega, höldum áfram, byggjum upp, en klárum og lögum og hlutir eins og þessi gluggar sem að maður býður eftir að bara fjúki út. Það gengur ekki og er ekki boðlegt. Þetta þarf að gerast helst í þessum mánuði eða næsta. Takk. Takk fyrir þetta, Jón Egill. Fleiri sem vilja taka til máls. Pálmi. Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Já, ég er náttúrulega mjög glaður yfir því að við ætlum að reyna að halda áfram einhverju uppbyggingu hér því að það vantar svo sannarlega húsnæði, það er bara ekkert laust. En þetta dásemdarkonsept sem að við fórum í, mér langar bara að spyrja, ég veit ekki hver getur svarað þessu, hvernig stendur á því að framkvæmdin sé fullgreidd en ekki fullúttekin? Ég bauðst til þess, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, að hjálpa til við úttektir í þessu verkefni og óskaði ekki eftir greiðslu fyrir því, þegar ég sá gríðarlega margt sem var að þarna. Og það horfa upp á þarna 3 af 5 íbúðum ekki búið og þetta er náttúrulega bara skömm að þessu. Við höfum að klára þetta og punktur. Og að taka þessa menn og láta að koma og klára sína hluti. Þetta bara gengur ekki upp. Takk fyrir þetta, Pálmi. Fleiri sem vilja. Skúli. Já, ég ætla ekki að svara Pálma. Það þarf nú að ná í þessa menn til að koma til að gera þessu úttekt. Þeir vissu svo sem sjálfir og settu það á blað og þetta ætti að vera að loka úttekt af þeirra hálfu og sölu aðila íbúðana sem átti að gerast í maí. Svo er það bara þeirra skömm að þeir hafi ekki tekið þetta út og staðið við það sem að þeir setja sjálfur á blað. Og þeir þurfa bara að bíta úr nálinni með það. Kannski ekki bara þessum dag, heldur þá fleirum. Ef þeir haga sér svona allstaðar sem þeir koma, þá er það bara því miður þeirra skömm. Og en við þurfum bara að vera harðir á því áfram. Ég held að
Já, ég ætla bara að segja það. Ég hef alveg, Einar hefur reynt að ná í þá og ég bara náði þá strax, sem ég veit ekki af hverju, en það er alveg sama hvernig það er í þá. Við stöndum saman í þessu. Að fá þá til þess að taka út, þeir vita að þeir eru fullt af hlutum annars sem eru gallar, þeir þurfa að klára þá. En hann sagði mér það, hann Ómar í gær, að hann vissi alveg að þeir ættu hluti af þessu. Ég veit ekki hvað hann meinti með því, en hann er allir búin að viðurkenna að hann á eitthvað af því. Þannig að það þarf bara að fá það til að klára þetta og við vonum að það verði bara næstu viku. Við látum allavega ekki í friði. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Tillagan er sem sagt, sem er hér til afgreiðslu, er umsóknum stofnframlag frá Dalabyggð upp á 11.760.000. Það ekki? Já. Það er það sem við þurfum að greiða atkvæði, hvort að sveitarstjórn sé tilbúin til þetta vilyrði fyrir þessu stofnframlagi. Og 6.760.000 sé í formi gjalda og lóða og 5 í formi fjármagns. Já. Rúmast þetta innan þjóðarsáðuna? Það þarf að samþykkja við og það þarf að samþykkja síðan. Þetta er svo rekinferli, sko. Þá er umsóknin er upp á 11.760.000 sem að greiðast þau í formi 6 milljóna í formi lóða og 5 milljóna í formi fjármagns. Og ef þetta er samþykkt hérna þá fer þetta þá inn í viðauka sem þá kemur til afgreiðslu síðar í sveitarstjórn. En tillagan er þessi sem eru samþykkjarinn gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Það var næst dagskrárliður 25, það er loftslagsstefna Dalabyggðar. Þetta er mál sem var frestað frá síðasta fundi sem að, ef maður rétt, Skúli vildi fá að lesa stefnuna betur. Og þá tökum við hana, er orðið laust hana hér núna, ef menn vilja ræða. Ég get aðeins bara bæta við að þetta er loftslagsstefna Dalabyggðar. Svo hafa kannski einhverjir rekið augun í það að Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi er að fara að vinna sameiginlega loftslagsstefnu bara fyrir sveitarfélaginu á Vesturlandi heild sinni. Það er alveg óháð þá þessu plaggi. En orðið laust og Ragnheiður gjörðu svo vel. Já, ég ætla nú bara að lesa sömu klaus og ég las síðast, svona til upprýðunar. Í júní síðastliðinn leitaði Samband íslenskra sveitarfélaga eftir aðkomu nokkurra sveitarfélaga víðs vegar um landið til þátttöku við að rýna verkfærakistu sveitarfélaga í loftslagsmálum sem ætlað væri að styðja sveitarfélög við að setja sér loftslagsstefnu í sínum rekstri eins og kveðið er á í lögum loftslagsmál. Verkfærakistan var mótuð í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga og Umhverfisstofnunar með fjármagn frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Dalabyggð tók þátt í verkefninu ásamt 12 öðrum sveitarfélögum. Jóhanna María Sigmundsdóttir, verkefnisstjóri atvinnu, markaðs, ferða og menningarmála Dalabyggðar, var verkefnisstjóri og tengiliður verkefnisins og vann verkefnið ásamt mér og er afraksturinn til umsagnar hér í dag. Okkur Jóhannu Maríu fannst alveg tilvalið að taka 2 fyrir 1 og úrvarð umhverfis- og loftslagsstefna sem tekur á losun gróðurhúsalofttegunda en einnig umhverfisáhrifum sveitarfélagsins í víðara samhengi. Sá þáttur sem ég vil einna helst vekja athygli á er kaflinn kolefnisjöfnun, en þar stendur: Sveitarfélagið ætlar að gera það að stefnu sinni að taka ekki þátt í að kaupa kolefniseiningar, heldur vinna frekar að bætingu innan síns héraðs, meðal annars með mælanlegum mótvægisaðgerðum. Kaup á slíkum einingum eru villandi fyrir raunverulega stöðu sveitarfélagsins í umhverfis- og loftslagsmálum. Markmið Dalabyggðar er að draga raunverulega úr losun í sveitarfélaginu og framkvæma mótvægisaðgerðir til að vinna gegn þeirri losun sem þó verður. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Ótrúlega sveitarstjórnarmenn, ég þakka fyrir að hafa fengið tíma til að lesa þetta og merkilegt nóg, ég hefði ekkert orðið þetta neitt betur. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn.
Ég hafði hins vegar ekkert rosalega mikið tíma til að lesa þetta því að þetta var bara allt í einu skellt inn í fundagerðinni í dag, sko. Þó að ég hefði kannski átt að vita að það hefði verið frestað á síðustu fundinum. Ég var bara ekki búin að kynna mig það. En auðvitað er þetta eitthvað sem við þurfum að skoða, en það snýst allt um þetta í dag. Mér langar bara hins vegar svona aðeins til að, ég man nefnilega alveg eftir því að það var nú samþykkt hjá Landssamtökum sauðfjárbænda að kolefnisjafna landbúnað hérna einhvern tímann og ég held að hafi ekkert annað farið eins harkalega í okkur sauðfjárbændur og það. Bara langar svona aðeins bara að vita hversu djúpt hefur verið kafað í þessi mál hér og er raunhægt að stefna kolefnishlutleysi árið 2040. Ég er bara að reyna að ímynda mér, höfum við kafað svo djúpt í þetta að við vitum sirka hvað við þurfum að gera til að ná þessu kolefnishlutleysi. Það er svona ekkert alveg skýrt, það er svona nefndana einhver nokkur atriði, en hefur það verið rýnt eitthvað meira í það? Hafið þið prúfað að setja upp einhver svona dæmi eða eitthvað slíkt? Takk. Takk fyrir þetta, Anna. Þú svarar, Ragnheiður. Ég ætla svona að reyna það eitthvað. Sko, þetta er náttúrulega svolítið mikið verkefni í mótun og það sem að stendur hérna síðast í þessari stefnu er að stefnan er uppfærð eftir að samþykkis, hún á sem sagt að vera uppfærð árlega þessi stefna, yfirfærin uppfærð oftar ef þurfa þykir. Við erum svolítið, sko, í rauninni, þá er þetta svolítið svona, hvað maður að segja, rannsóknarverkefni, kannski sem þarf að fara svolítið meira í gang. Við vitum ekkert voðalega mikið þannig séð og stjórnvöld vita ekkert alveg heldur hvernig þau ætla að gera og ég held að við séum kannski með það jafnvel betur hvað við ætlum að gera heldur en stjórnvöld. Sko, það sem að við vorum helst bara kannski að tala í þessari kolefnisjöfnun, að það var að við myndum ekki kaupa kolefnisjöfnun annars staðar heldur að það yrði gert hérna innan sveitarfélagsins. Þá erum við að sjá afraksturinn, til dæmis ef við setjum hérna útivistarskó eða förum í einhverjar þannig aðgerðar, þá eru þetta áþreifanlegra, við sjáum þetta betur og við gerum okkur betur grein fyrir því hvað við erum að gera. Það er ýmislegt sem við getum gert líka fleira. Það er til dæmis bara með það að leikskólabörn fara inn í skólabíla. Það dregur úr losun. Það eru færri sem keyra. Þetta eru alls konar svona þættir sem við þurfum svolítið að elta uppi og bara vinna virkilega í. Við erum ekki með endanlegar niðurstöður á því hvernig þetta skuli allt gert, heldur bara að við þurfum að vinna að þessu og finna út úr því. Ég held ég get ekkert svarað þessu mikið betur en það. En lestu þetta bara og við skulum bara ræða þetta svolítið fram og tilbaka, kannski koma einhverja nýjar hugmyndir líka út úr því samtali. Við þurfum náttúrulega að taka sko líka undirstofnanir og skoða rekstur bara á öllum deildum. Við erum ekkert búin að því, það er bara vinna sem þarf að fara í gang. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðri sveitarstjórnarmenn, kannski bara bæta örlítið við þetta og það hlýtur þá væntanlega að í upphafi að vita hvar við stöndum í dag, þannig að það hlýtur að þurfa að fara fram einhvers konar mælieining á þessu fljótlega eða þegar þetta hefst, eða ekki? Og svo verður tekið mið af því. Er það ekki rétt skilið? Og er það samband íslenskra sveitarfélaga sem að... Nei, þetta er í vinnu hjá. Þetta er bara hjá ykkur? Einhver gagnagrunni sem þið fyllir bara út og tekið í? Ok. En fleiri sem vilja taka til máls? Ragnheiður? Þessi verkfærakista er gagnagrunnur þar sem eru settar inn upplýsingar úr rekstri sveitarfélagsins
og þar eru svona einhverjir mælikvarðar sem segja til um stöðu okkar í þessum málum. Við gagnrýndum svona einna helst í þessari vinnu að við viljum að sá sem veldur beri ábyrgð. Eins og til dæmis ef að við erum að fara að byggja hús og það er einhver annar sem kemur og byggir það, að við berum ábyrgð á því sem að verður út úr því en ekki sá sem byggir það, því að við erum þeir sem ákveðum að byggja það. Við gagnrýndum það svolítið en það er ekki þannig í þessu kerfi. Þetta er alveg meingalla kerfi og við vonumst til þess að með okkar gagnrýni getum við hafa rýnt það til gagns. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá bara ber ég loftslagsstefnu Dalabyggðar til atkvæða. Þeir sem samþykkir henni gefið merki. Samþykkt samhliða. Þá komum við að fundargerðin til afgreiðslu. Við erum ekki hálfnuð. Við erum búið með 25 dagskrárliði, það voru 51 á dagskrá. 52? Nú. Já, ég glemdi hérna síðustu blaðsíðunni. Herra, það er fundargerð til afgreiðslu. Það er dagskrárliður 26, það er fundargerð Silfurtúns, það er fundur númer 49. Einhverju sem vilja ræða þessa fundargerð? Hvað er svo engin hljóðstæð sem samþykkir henni gefið merki? Hún er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 27, það er fundargerð Silfurtúns, fundur númer 50. 3 mál þar til dagskrá. 3 mál þar á dagskrá og það er svo búið að fjalla þau hér fyrir á fundinum undir öðrum dagskrárliðum. Einhverjur sem vilja ræða fundargerðin öðru leyti. Það kveður sér engin hljóðstæð sem samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er það dagskrárliður 28, það er byggðar á Dalabyggðar, það er fundur númer 276. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð? Kveður sér engin hljóðstæð sem samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 29, það er byggðar á Dalabyggðar, það er fundargerð fundar númer 277. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin hljóðstæð sem samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er á dagskrárliður 30, það er menningarmálanefnd Dalabyggðar, það er fundur númer 19. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð? Skilst ekki vera þeir sem samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er á dagskrárliður 31, það er atvinnumálanefnd Dalabyggðar, það er fundur númer 25. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin hljóðstæð sem samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er það dagskrárliður 32, það er umhverfis- og skipulagsnefnd, það er fundur númer 119. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin hljóðstæð sem samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt. Þá er það dagskrárliður 33, það er umhverfis- og skipulagsnefnd, það er fundur númer 120. Við erum búin að fjalla öll málin í þessari fundargerð fyrir á fundinum. En við erum að staðfesta fundargerðina, einhverju sem vilja ræða fundargerðina. Kveður sér engin hljóðstæð sem samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er það dagskrárliður 34, það er fræðslunefnd Dalabyggðar, það er fundur númer 105. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Kveður sér engin hljóðstæð sem samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt. Þá er það dagskrárliður 35, það er félagsmálanefnd Dalabyggðar, það er fundur númer 60. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð? Svo er engin hljóðstæð sem geta staðfest fundargerð félagsmálanefndar gefið merki. Ragnheiður? Hún er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 36,
það þá fundargerðir til kynningar. Það liggur hér fyrir dagskrárlið 36, það fundargerð stjórnar Dalaveitna. Það liggur hér fyrir fundargerð frá 24. september. Einhvers vill ræða hana? Kveður sér engin ljós, þá dagskrárlið 37, það eru fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það liggur hér fyrir fundargerð frá 24. september. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Virðist ekki vera. Það dagskrárliður 38. Það eru fundargerðir Almannavarnanefndar Vesturlands. Það fundargerð frá 21. september sem liggur hér fyrir. Einhvers vill ræða hana? Sem engin ljós. Þá dagskrárliður 39. Það eru fundargerðir Dalageistingar. Liggur hér fyrir fundargerð stjórnar frá 27. september. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Kveður sér engin ljós. Þá dagskrárliður 40. Það fundargerðir Brunavarna, Dala, Reykhóla og Stranda byggðasamlag. Það fundargerð frá 22. september. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin ljós. Þá það fundargerð Fasteignafélagsins Hvamms. Liggur hér fyrir fundargerð frá 5. október. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Biður enginn orðið. Þá dagskrárliður 42. Það aðalfundur Veiðifélags Laxdæla. Það fundargerð aðalfundar frá 28. maí síðastliðnum sem liggur hér fyrir. Einhver sem vill ræða þá fundargerð? Kveður sér engin ljós. Þá dagskrárliður 43. Það fundargerðir stjórnar Bakkahvamms húsnæðis sjálfseignarstofnunar. Það fundargerð stjórnarfundar frá í gær sem liggur hér fyrir. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Svo virðist ekki vera. Þá hér... Já, gjörðu svo vel annað. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn, þetta gerir svo hratt núna að ég verði eiginlega að bakka aftur í lið 42. Ég sé bara allt í einu núna fundargerð aðalfundar 28. maí lögð fram. Hvernig stendur hún kemur svona seint fram? Það ekki annað. Nú ég bara að spyrja sveitarstjóra. Já, oddviti og góðu fundarmenn, hún bara barst ekki fyrir núna. Það eiginlega, ég get ekki svarað því frekar, sko. Allir, það ekkert frekari spurningar en 42, en eru spurningar dagskrárlið 43, fundargerðir Bakkahvamms. Það kveður sér engin ljós. Þá hér mál til kynningar og það dagskrárliður 44, það ársreikningur og skattframtal Dalaveitna. Liggur hér fyrir ársreikningur 2020, einhverju sem vilja ræða þann ársreikning. Það kveður sér engin ljós. Þá dagskrárliður 45, það ársfundur SKSS. Nú oddviti að viðurkenna það að hann búinn að gleyma því hvað SKSS Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum. Já, ok. Það ársfundur Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum sem liggur hér fyrir. Það fundarboð lagt fram. Einhverjum vilja ræða það? Svo dagskrárliður 46, það haustþing Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi. Það liggja hér fyrir bara gögn frá haustþingi sem fór fram í Árbliki 29. september síðastliðinn. Það sem var mjög góð umræða orkumál og margt fleira á því þingi. Einhverju sem vilja ræða eitthvað í þessum fundargögnum? Það kveður sér engin ljós. Þá dagskrárliður 47, það Ungmennaþing Vesturlands 2021. Það liggur fyrir fundarboð á Ungmennaþing sem fer fram í nóvember, hefur maður rétt, ekki? Einhverju vilja ræða það?
hefur sér engin hljós. Þá er dagskrárliður 48, það er sjúkraþjálfun í Dalabyggð. Það er bréf frá Ingibjörgu Jóhannsdóttur og Jóhannu Maríu Sigmundsdóttur lagt fram. Einhver vilja ræða þetta bréf? Kveður sér engin hljós. Ég vil bara fagna þessu bréfi og ég held að sveitarfélagið eigi að reyna að styðja það sem þarna kemur fram eins og hægt er. Þá er dagskrárliður 49. Það er breyting á reglugerð 1212/2015 vegna reikningsskila sveitarfélaga og það liggur hér fyrir bréf frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu varðandi breytingar á reikningsskilum til kynningar. Einhverjum vilja ræða það? Kveður sér engin hljós. Þá er dagskrárliður 50. Það eru viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID-19. Það liggur hér fyrir minnisblað. Einhvers vill ræða minnisblaðið? Það kveður sér engin hljós. Þá er dagskrárliður 51. Það er skýrsla sveitarstjóra. Það liggur hér fyrir minnisblað störf sveitarstjóra frá síðasta fundi. Einhvers vill ræða það? Kveður sér engin hljós. Þá er bara eftir eitt mál á dagskrá, það eru málefni Auðaskóla sem verða rædd sem trúnaðarmál og verður gert fyrir luktum dyrum. Þannig að það er þetta tillaga mín að við stöðum upptöku og yfirförum fundargerð og tökum svo þetta mál varðandi Auðaskóla til umfjöllunar hér á eftir. En áður en við hættum upptöku þá er sem sagt næsti fundur sveitarstjórnar áætlaður eftir hálfan mánuð, 28. október. Og í raun og veru aukafundur til þess að leggja fram fjárhagsáætlun ársins 2022 ásamt einhverjum öðrum minni málum. Næsti reglulegi fundur er svo annan fimmtudag í nóvember.